Við erum Góðan daginn. Góðan daginn. Verið velkomin. Verið velkomin á fund Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Við erum að halda þennan fund í fjórða skipti, þar að segja við erum að halda fjórða fundinn í fundaröð sem hafa verið haldnir hérna á messanum á Granda undir yfirskriftinni Samtal sjávarútveg. Ég heiti Þórlindur Kjartansson og er fundarstjóri eða fundastjórnandi. Ég veit ekki hvað við eigum að kalla í þessu tilviki. Fundurinn er með örlítið ólíku sniði heldur en til stóð og hinir þrír hafa verið. Þetta er sá síðasti í röðin, að minnsta kosti í bili, og kannski byrjum á að rifja aðeins upp hvað við erum búin að vera að gera. Við byrjum fyrir 3 vikum hér á þessum stað á Granda og héldum þá fund við byrjum á að tala gagnsæi í sjávarútvegi. Fyrir 2 vikum var fundur sem við héldum umhverfismál. Í síðustu viku var fundur undir yfirskriftinni hvernig nýtur samfélagið best ábata af sjávarútvegi, og þessi fundir hafa verið gríðarlega vel sóttir, fullt út úr dyrum á öllum fundum og mikil og góð og gagnleg umræða átt sér stað. Lífleg samtöl en kurteisisleg, og ég vona að það verði þannig áfram hér og efast svo sem ekkert það. Við höfum fengið alveg framúrskarandi framsögur frá fólki úr ýmsum áttum, og það fólk hefur lagt sig fram að stuðla að bara gagnlegri og opinni umræðu, og það sem hefur framkomið á fundunum hefur reynst mjög gagnlegt og fræðandi og mun nýtast samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi til áframhaldandi stefnumótunar. Við erum sem sagt stödd hér. Hérna hafa allir fundirnir verið haldnir og mig langar að þakka starfsfólkinu hérna á messanum innilega fyrir framúrskarandi samstarf. Ég hef leyft mér á þessu fundum að mæla með því að fólk komi hingað í hádegismat. Hér er boðið upp á framúrskarandi fisk og ég ætla nú bara að halda áfram að gera það. Á meðan að leyft er að fólk komi á veitingastæði þá er að gera að nýta sér það, og það er svo sannarlega þannig að þeir sem að standa í þessum rekstri út allt land, þeir þurfa á því að halda að fólk hætti nú ekki alveg að fyrrabræði að mæta og nýta sér þá þjónustu. Sem sagt, fundurinn er með allt öðru sniði heldur en hinnir. Ástæðan er vitaskuld að við erum komin á þann stað varðandi útbreiðslu á COVID-19 veikinni að það hefur verið lagt bann við samkomum þar sem 100 eða fleiri koma, og það máttu auðvitað gera ráð fyrir því að það er miklu fleiri en það sem myndu sækja þennan fund. Þannig að hann er ekki alveg eins opinn þessi eins og hinnir 3. Við sitjum hérna saman 4 í eins konar pallborði. Það er sem sagt ég og Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, og frummælendurnir Guðmundur Hafsteinsson, frumkvöðull og verkfræðingur, sérfræðingur í nýsköpun, og Berta Daníelsdóttir, framkvæmdastjóri Sjávarklasans, sem er einmitt hérna á Grandanum líka og er mikil miðstöð nýsköpunar sem tengist sjávarútvegi. Þau mun hafa framsögu. Við höfðum gert ráð fyrir 4 framsögum, en þau Ingólfur Árnason, framkvæmdastjóri Skagans, og Katrín Ólafsdóttir, forstjóri Lýsis, þau komust því miður ekki, en við vonum að fá tækifæri til að heyra þeirra sjónarmið varðandi þetta málefni sem fyrst. Og í raun og veru eins þá er þetta nú ágætur fjöldi til að vera í svona pallborði, þannig að þetta blessast nú allt ágætlega með við aðstæður. Og við erum þá komin að því sem við ætlum að tala hér, sem er sem sagt fundarefnið, og það er hvernig sjávarútvegur getur stuðlað að nýsköpun. Og ég verið að hugsa það, orðið nýsköpun, það er eitt af þessum orðum sem getur haft svo margar þýðingar að það geta allir verið sammála því að styðja nýsköpun í trausti þess að það þýðir svo margt að það þýðir raun og veru ekki neitt. Og orðið getur þýtt ólíka hluti á mismunandi tímum,
og það getur þýtt mismunandi hluti eftir því hver notar það og í hvaða samhengi. Og við getum auðvitað ekki kannski fest það niður hér og sagt hvað nýsköpun þýðir, en ein leið til að hugsa nýsköpun að það sé einfaldlega leið til þess að búa til ný verðmæti, eitthvað sem var ekki áður til. Og stundum mér hefur fundist að vera áhugavert að velta fyrir mér að við búum hérna í landi þar sem að við höfum í raun og veru sömu náttúru gæði eins og voru við landnám Íslands fyrir meira en 1000 árum síðan. Ef eitthvað öllu minni, það eru minni skógar og það örugglega ekki meira fisk í sjónum. En samt það þannig að margra alda skeið þá var talið vitað mál að á Íslandi gætu ekki þrifist meira en svona 50-70.000 manns. Og svo fer mér að hugsa hvernig stendur það á því að nú í dag eru 360.000 manns sem búa hér við miklu betri kjör heldur en fyrri kynslóðir. Og ástæðan þegar öllu að botnin hvolft nýsköpun. Það út af því að manneskjan og fólk hefur búið til nýjar leiðir til að nýta auðlindirnar sem að okkur mögulegt að búa mun fleiri við miklu betri lífsgæði heldur en fyrri kynslóðir. Þannig að nýsköpun ekki bara lykillinn í því sem við ætlum að gera í framtíðinni, hún nýsköpun að þeim lífsgæðum sem við búum við og hún hefur átt sér stað á öllum stigum þróunar mannkyns alveg frá því að við vorum bara eitt af dýrunum og stettunum og fram að því að verða búa til okkar eigin siðmenningu. Og nýsköpun getur aldrei byggst á neinu öðru heldur en hugviti eða hugarafli, ef við myndum nota það orð frekar jafnvel. Þannig að það þetta sem við kannski tölum þegar við erum að tala nýsköpun á þessum fundi. Það að finna upp með hugviti og hugarafli nýjar leiðir til þess að búa til verðmæti. Og það getur verið að finna nýja markaði, nýjar aðferðir til þess að nýta auðlindir, nýja verkferla og allt þar fram eftir götunum. Og þetta, nýsköpun, líka saga sjávarútvegs á Íslandi. Nýsköpun í heiminum á sér gjarnan stað á því sem kallast klasar, eins og sjávarklasinn kallaður, að klasar verða til þar sem að hópur af skapandi fólki til staðar og fer að velta fyrir sér vandamálum og fer að leysa úr vandamálum bæði í samvinnu og samkeppni. Og þetta eru mörg dæmi í sögunni, bæði frægast kannski nú til dags Kísildalnum í Kaliforníu, en það líka hægt að segja að tónlistariðnaðurinn í Liverpool hafi verið svona þegar að Beatlarnir voru hétu. Og hér á Íslandi hefur það sannarlega verið þannig, alveg minnst á síðustu 100 árum, að Íslendingar hafa verið framarlega í því að búa til nýja þekkingu, leysa vandamálin með innsæi og hugviti og prófa sig áfram í að gera eitthvað nýtt. Mér til dæmis hugleikið sem að móðurbróðir minn og mamma reyndar hafa sagt mér frá að afi minn sem var skipstjóri útgerðarmaður, hann gat verið með sínum félögum eitt heilu kvöldunum í að tala veiðafæri, mið, vélar, báta og allt það sem að tengdist sem sagt hans atvinnu og haft það algjörlega á heilanum, bæði þannig að þetta var ástríða og atvinna. Og í gegnum svona kultúr verður til einhvers konar nýsköpun. Og spurningin hér að mínum viti hvernig við getum haldið þessu áfram hér á Íslandi, tryggt að Ísland haldi áfram að keyra á hugviti og hugarafli þegar það kemur að sjávarútvegi. Og hvernig hægt að búa sem sagt til umhverfi sem ýtir undir þetta. Það hefur alltaf verið þannig að þeir sem byrja á nýjum hugmyndum þetta eru álitni galnir til að byrja með. Og það hefur örugglega verið með þann sem að byrjaði að hafa stjórn á eldinum að hefur ekki verið talið mjög ábyrg hegðun hjá honum að slökkva ekki eldin á kvöldin. Og sama gerist auðvitað með alla nýsköpuna þegar það byrjað á henni að þá passar hann ekki inn í það form sem er viðtekið og samþykkt. Og þess vegna þarf að vera til staðar hugafar áhættutöku og hugafar sem leyfir fólki að vera öðruvísi til þess að nýsköpun geti þrifist. Og við erum nú þrjú sem tóku þátt í að móta nýsköpunarstefnu sem var kynnt á vegum
ríkisstjórnarinnar þar sem var bent á 5 svona hornsteina nýsköpunar sem voru skilgreindir sem hugafar, fjármagn, mannauður, umgjörð og markaðsaðgengi. Og það er svona ein leið til þess að kannski nálgast viðfangsefnið að segja hvar stöndum við varðandi hvern af þessum þáttum. Og við kannski förum nánar út í það þegar umræðan heldur áfram hér á eftir. Nú, svo ég komin aftur að sem sagt efni fundarins og formi og vonu nú að þeir sem eru búin að stilla inn á síðuna séu komnir inn þannig að það sé hægt að gefa þá nokkra mínútur til þess að við getum fengið þá að heyra það sem að þeir eru búin að stilla sig inn og heyra sem eru frummælendur og umræðan að þá sem sagt hafa samtök fyrirtæki sjávarútvegi fengið inn á þessa fundi einstaklinga sem að koma víða að og hafa ólíka snertifleti á viðfangsefnið. Það er ekki allir hluti af sjávarútveginum en kannski koma með fersk sjónarmið sem að geta gagnast í umræðinni og þeir sem hafa verið með framsögur hafa einfaldlega verið beðnir það að hafa sína eigin svona nálgun, beita sínu eigin hugarafli til þess að nálgast viðfangsefni jafnvel þó að þau sé ekki sérfræðingar í nema því að hluta til og koma fram með hugmyndir og vangaveltur sem síðan er hægt að ræða og ég veit að forsvarsfólk samtakana er frummælendum mjög þakklátt fyrir að leggja sig fram að leggja eitthvað til þessara umræðu. Nú, okkar háttur hér á fundinum í dag er sem sagt sá að við bara eins og á venjulegum fundi við klárum þessa framsögur. Fyrst talar Berta Daníelsdóttir, framkvæmdastjóri Sjávarklasans og svo Guðmundur Hafsteinsson. Þegar að þeirra framsögum er lokið þá mun Heiðrún Lind bregðast kannski við því sem framkemur þar og varpa ljósi á nokkra þætti viðbót. Svo ætlum við að fá innlegg frá nokkrum einstaklingum sem hafa sendt okkur spurningar og vangaveltur og við höfum fengið á síðustu dögum. Þar að auki erum við með netfang, sem sagt samtal@sfs.is. Á það netfang er hægt að senda spurningar eða vangaveltur og ég mun gera mitt besta til þess að fylgjast með því netfangi meðan á fundinu stendur og þá taka þá inn í umræðuna athugasemdir ef þær berast. Þannig að fundurinn verður með þessu sniði og við gerum ráð fyrir að verða hér svona kannski eitthvað minnst verður búin fyrir 11, sjáum bara til hvernig það þróast. Við reynum að hætta áður en að það verður eitthvað pínlegt og reynum að halda síðan samtalinu svona á eins eðlum nótum og hægt er. Við erum ekki að keppast að fá edduverðlaun fyrir sjónvarpsþáttagerð, heldur einfaldlega að halda okkar striki og klára fundina sem við lofuðum að halda. Og að því sögðu þá ætla ég nú bara að biðja þig, Berta, að gjöra svo vel. Takk fyrir Þorlindur. Ég hafa nú samt alveg séð fyrir mér að reyna við nýliði ársins á eddunni. Þannig að þetta er svona fyrsta sem maður kemur fram í. En allavega takk fyrir að bjóða mér. Mér þykir þessi fundaröð vera alveg frábær hugmynd hjá okkur og mjög þakklátt fyrir hana. Og þakklátt fyrir að fá að vera með í dag líka og taka þátt. Og ég hugsaði þetta mikið og vel, hvernig ætla ég að nálgast? Af því að Þorlindur, þú lagðir rík áherslu á það að við myndum gera þetta frá okkar eigin hjarta. Og hvernig ætlaði ég sem framkvæmdastjóri Sjávarklasans að nálgast þetta viðfangsefni. Ég fór aðeins í orðin hennar Heiðrúnar þegar hún var að kynna á fundina og ákvaða að nota þá sem fyrirmynd. Þannig að ég ætla aðeins að ræða hvernig auðlind sprettur af auðlind hér í dag. Og eins og fram hefur komið þá heit ég Berta Daníelsdóttir og ég er framkvæmdastjóri Íslenska Sjávarklasans og við erum stödd í messanum í dag á skrýtnum tímum. Við horfumst í augu við ákveðna áskorun. Það er að íslensku sjávarútvegur, hann þarf að vaxa, en mín skoðun er svo, hann þarf ekkert endilega að vaxa með auknum veiðiheimildum. Ég tel að sjávarútvegurinn muni vaxa frekar með nýtingu tækifæra og við höfum nóga tækifærum í hafinu í kringum okkur. Þér var tíðrætt aðeins áðan Þorlindur íslenskt handverk og hugvit og þegar við lítum í söguna að ef við horfum á það sem hefur verið að gerast hér áður fyrr, þá voru það fyrirtækin og það voru sérstaklega íslensk fyrirtæki sem tóku þátt í þessu handverki og hugviti. Þau byrjuðu upp úr 1980, bara það við þekkjum flestöll sögu Marel á Íslandi, svo kemur Valka og Skaginn og þau, að þau byrjuðu á því að vigta á sjó.
og svo kom að snyrtingu og það var komið flæðilínuna fram, afsakið skurður, ýmis skurður, það vigtun, flokkun og allt eftir því. En það sem að kallar svolítið á núna þegar við erum komin inn í 4. iðnbyltinguna, það er hvernig við höfum náð að nýta okkur þessa tækni. Að því að við lítum inn í hefðbundna vinnslu í dag, þá sjáum við svo glögglega að það er miklu meira þörf á tæknimenntuðu fólki inn í vinnslu heldur en þessu mikla hörku vinnuafli sem var hérna áður fyrr. Þegar allir voru að fara á sjóinn, þeir voru að fara á vertíð og ég er nú svo fræg að hafa farið á humarvertíð í Þorlákshöfn 1986 sumarið eftir fermingu, en ég fekk ekki að búa verbúð, ég bjó hjá systirinnar mömmu, en ég er allavega búin að prófa þetta og þetta var tilgangur lífsins algjörlega á þeim tíma. Þannig að við fengum ný tæki og tól inn og þegar ég er að byrja þá var svolítið keppni í því að vera að snyrta í Norðurstjörnunni í Hafnarfirði, að drífa sig að snyrta flakið sko áður en að ljósið var búin að hita fiski og mikinn. Þá var ekki til neinn svona LED-lýsing sem heldur ljósaborinu köldu. Þetta breyttist allt. Í dag erum við mikið að horfa í rekjanleika í fiskvinnslu og neytendur gera gífurlega kröfu rekjanleika og þeir vilja vita hvað flakið var veitt þangað til að kemur á diskinn sinn. Þeir vilja vita allt ferlið. En í mínum huga þá er þessu þróun ekkert svo stórkostleg. Því að þegar ég var lítil stelpa í Hafnarfirði og var send niður á Hafnarfjarðarhöfn að kaupa fiskflak úr trillu og þá voru þær í gömlu bílakerrunum niður á Hafnarfjarðarhöfn, þá var sá sem var að selja hann sagði mann alltaf sögun trilluna sín í leiðinni. Þannig ég vissi sjálfsagt 10 ára gömul alveg hvaðan fiskurinn kom. En núna erum við bara farin að gera þetta á stafrænni hátt sem er frábært og ég er mjög þakklátt hvernig við höfum náð að nýta 4. iðnbyltinguna í þessa þágu með því að við erum að fókusera á fæðuöryggi. Við erum með óbúslega mikið af stafrænum upplýsingum sem eru aðgengilegar fyrir alla og það eru öll gæðamál. Það var alveg omvendt við það að ná að nýta tæknina svona vel. En við þurfum að átta okkur á því að það er ákveðin þróun sem hefur átt sér stað. Það er ekkert rosalega langt síðan að gúmmístígvélið var algjör bylting. Ef við bara horfum á núna þessa mynd og sjáum þetta fólk, hvernig þetta hefur þróast. Og það var svolítið gaman, Þórlindur, þú sagðir áðan að frá því að við vorum dýrin á stéttinni. Ég er nú bara með þá skýru skoðun að ég held að við sem öll komin að fiskum. Þetta allt sem að tengist hafinu eitthvað fer best í líkamann á okkur. Ef við horfum á kollageni, það er mikið betra að borða fiskkollagen heldur en svínakollagen, þó séu öll með landbúnaðinum líka. En þá er þetta svona það sem að ég held að við sem bara komin að fiskum. Ég er alveg bara sannfærð það og þarf eiginlega að eiga einhverja röksemdafæslur við einhverja það, komast áfram með það. En sjávarútvegurinn, hann getur ekki bara verið veiðar og vinnsla. Það er bara orðið dálítið gamalt. Ef við horfum á byltinguna sem ég fór í gegnum áðan, bara þess að tækni nýjungar allar sem komu, þá var þetta ofsalega mikið hugvit, já, og hugvit sem dreif áfram svona vélvæðingu, svona tæknivæðingu. En við þurfum að taka skrefinu lengra. Við þurfum líka að nota hugvitið okkar aftur. Hvernig ætlum við að búa til meiri verðmæti og stækka sjávarútveginn án þess að vera kannski bara með tæknilega nýjungar og tæknilega flókna lausnir. Og þá koma nýtingunni. Og frá því að sjávarklassinn var stofnaður árið 2011, þá hefur orðið ansi mikil bylting í aukinni nýtingu og ég ætla nú ekki að eigna sjávarklassanu það allt, en einhvern veginn helst þetta nú samt allt í hendur og í dag er svolítið gaman að segja frá því að því við tökum á móti óbúslega mikið að nemendum í sjávarklassanum að þau eru eiginlega öll búin að heyra kollagen. Kollagen er ekki bara fyrir okkur sem eru 40 plus og allt farið að síga, þannig að þau eru öll farin einhvern veginn að kannast við kollagenið og núna í nýsköpunarkeppni framhaldsskólanema þá eru kollagenið heitasta efnið. Það verður smáralindin verður full af varasalvum og kollageni og kremum og möskum og drykkjum og þau eru komið heilsubúst og þetta eru það sem að unga fólki okkar er að horfa á í dag. Og þau eru ekkert endilega að hugsa hvernig á ég að flaka flaki betur eða hvernig á ég að nýta betur þannig að þessi minni afskurður og betri nýting. Þau eru bara á allt öðrum stað. Þannig að þegar við horfum á þróunina aftur að henni, þá megum við heldur ekki gleyma því að þó svo að sjávarklassan hafi verið stofnað 2011, þá var hellingsvinna búin að vera í gangi. Og ef við horfum á svona flotta stofnanir eins og Matís, þá má ekki gleyma því að öll þessi rannsóknarvinna sem fór fram þar og þessi gífurlega þekking sem er til staðar og sérstaklega hér á Íslandi,
að hún var löngu komin árið 2011, það sem að kannski vantaði bara aðeins í svona jöfnuna hjá okkur var að einhver færi inn í Matís, tæki rannsóknarverkefni og sagði, hvað eru businessin í þessu? Hvernig get ég búið til viðskipti? Hvernig get ég búið til ábata í samfélaginu úr þessu miklu rannsóknum og þessu mikla efni? Og ég held að það sé svolítið það sem að við höfum verið að gera. En ef við skjótumst einu sinni tilbaka aftur, að þá ef við lítum bara fyrir rúmum 30 árum, þá var Dr. Jón Bragi heitinn, skrifaði grein í Morgunblaðið líftækni, að því við tölum líka að fólk var álitið skrítið. Hann var náttúrulega örugglega álitinn stór skrítin á þessum tíma, að ræða þetta og vera að fylgjast með hvernig hendur á fiskimönnum voru mjúkar og fínar út af ensímum í munni og þosk. Ég get bara rétt ímynda mér upp úr 1980 hafi þetta tók bara eitt að skrítnast sem til var og maðurinn bara álitinn geðveikur, sem hann náttúrulega var ekki. En þetta bara hvernig umræðan í þjóðfélaginu hverju sinni. En kollagendæmið rosalega gott dæmi nýsköpun. Þú nefndir áðan Þorlindur að allavega 3 ykkar tóku þátt í að móta þessa nýsköpunarstefnu fyrir íslensk stjórnvöld og það gott og vel og það alveg frábært að sjá hvað af þessu íslensk stjórnvöld eru núna farin að opna augum betur fyrir þessu mikils virði nýsköpunin okkur. Af því að við þurfum samt að passa okkur á einu. Við Íslendingar tölum allt okkur eins og þessum heimsmeistarar í sjávarútvegi sem að við auðvitað erum, allavega öll við hérna við borðið, allavega við tvær, við erum heimsmeistarar, það bara svoleiðis. En hins vegar, þá þurfum við líka að horfa á að við þurfum að halda þessu samkeppnisforskoti. Og ef við gerum ekkert í því, ef við bætum engu umgjörð, ef við hugsum þetta ekki skrefi lengra, þá erum við bara eins og aðrir íþróttamenn. Ef að þeir æfa sig ekki stöðugt á hverjum degi, þá halda þeir ekki sinni forystu. Þú vinnur ekki ólympíugullið hverja leikan og fætur öðrum án þess að leggja í miklar æfingar og vanda þig á milli ólympíuleika. Það bara sama og við þurfum að gera í íslensku sjávarútvegi. Við þurfum að æfa okkur og við þurfum bara að vera betri með hverjum deginum. Við erum á flottum stalli í dag en við þurfum að halda sérstöðu okkar og við þurfum að halda sérstöðu okkar gagnvart heiminu líka. Af því að það svo gaman að ef maður ferðast heiminn og ég eina af þeim sem að kíkja oft í fiskvinnslur þegar ég stöddi í einhverju skrýtnu bæjarfélagi, að það alltaf litið til okkar Íslendinga. Hvað að gerast nýtt á Íslandi? Þetta, þú veist, hver tæknin núna? Hvernig eru þessi hús? Hvernig eru stóru flottu húsin á Íslandi? Við erum alltaf spurð að því. Hvaða veiðafæri eru íslensk skip að nota? Eru þau í frystitógurum eða eru búin að færa sig í ísfistógara? Hvað eru Íslendingar að gera? Og við þurfum að svara þessu spurningum og við þurfum að leiða þessu þróun áfram. Við tókum þessari nýsköpunarstefnu stjórnvalda mjög alvarlega og skelltum okkur í aðeins dýpri vinnu, að því þið töluðum þessa 5 hornsteina. Okkur langaði svo að taka okkar stærsta útveg og það sem hefur haldið lífi í landanum árum saman og skoða hana aðeins dýpra. Og við komum fram með rit sem heitir Bak við ystu sjónarrönd, þar sem við tókum svona hugmyndir og vangaveltur og hugdettur framtíðin okkar í þessu. Og við erum að horfa á Ísland sem alþjóðlega miðstöð haftengdra starfsemi fræða og nýsköpunar. Við gáum þetta út í samstarfi við atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og það vill svo til að Þorlindur Kjartansson sem situr hér með okkur, hann var nú einn af ritstjórum og höfundum skýrslunnar ásamt Þór Sigfússyni. Það kom margt mjög áhugavert út úr þessari skýrslu okkar. Og mér þótti skemmtilegast eiginlega þegar að við fengum svona álit erlendra sérfræðinga. Og til dæmis varpaði eitt þeirra bara staðreind fram að í framtíðinu verður kannski bara fiskur ekkert með sporðið að ugga. Hann verður bara búinn til úr fræi. Þetta getur alveg gerst og við höfum séð það. En það sem kannski var einna helst fyrir okkur var að samstarf sjávarútvegs- og rannsóknastofnana eins og ég nefndi Matís áðan. Þetta hefur skilað okkur alveg gífurlegri verðmætaaukningu og við þurfum áfram að hlúa að þessu rannsóknum og þessum stofnunum sem til eru. Þegar þær eru heimsmælikvarða. Ég held að fáir eigi jafn flotta Hafróstofnun og Íslendingar með allar þessar rannsóknir sem þar fara fram. Við þurfum alltaf að efla menntun og ég veit að flestum stefnumótunarfundum og annað þá alltaf svarið. Já, við þurfum bara að efla menntun og auka menntun. En jú, við þurfum að gera það í bláa hagkerfinu. Og þið sjáu að núna ég farin að tala svolítið mikið bláa hagkerfið og ég farin að leggja hans til hliðar orðið nýsköpun. Að því að ég vil eiginlega bara fara aðeins að parkera nýsköpun í sjávarútvegi og tala bara tækifærin í bláa hagkerfinu.
Því að ég vil stíga hans út fyrir veiðar og vinnslu og horfa á sjávarútveginn meira heildrant út frá bláa hagkerfinu. En eitt af því sem við erum að gera til þess að efla menntun og þurfum að líka sameina krafta þar að sjávarklassinn er komin í samstarfi Fisktækniskólann og við erum að setja á laggirnar í haust sjávarakademíu. Þau eru mjög skemmtilegt nám og við munum kynna það síðar. En það sem hefur líka komið okkur á óvart, af því að ég hef nú minnst á þennan heimsmeistara sem Ísland er í sjávarútvegi, að þegar við vorum að tala um þetta sjávarakademíunám, þá var ég nú dugleg að fara á síður Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri og Reykjavíkur og Vestfjörðum og fór bara um landið og það var ekkert rosalega mikið af námi í svona skyldum greinum sjávarútvegs. Við stöndum ekkert fremst í hafrétti til dæmis. Eigum við ekki að vera sérfræðingar í umhverfismálum sjávar? Við erum þau sem eigum að segja hversu mikið hafið er að súrna eða kólna, hvað er að gerast í kringum okkur. Norðurpóllinn er að brána og það hefur áhrif á hafið í kringum Ísland. Það mun hafa áhrif á þessar tegundir sem eru hjá okkur. Eigum við ekki aðeins að vera sérfræðingar þarna líka? Og svo þóttum við sorglegast, ég sá að ýmsu kúrsar hafa verið felldir niður vegna ónægrar þátttöku. Þannig við þurfum einhvern veginn að smita unga fólkið okkar sem að framtíðin líkur á að vilja taka þátt í þessum umhverfismálum meira með hafið að leiðarljósi. Og við þurfum að fara þvert á greinar. Af því ef við horfum á núna bara þessi örfá startup fyrirtæki sem eru í sjávarklasanum núna, sem eru í bláa hagkerfinu okkar, það er ekki eitt einasta fyrirtæki þarna sem er í veiðum og vinnslum fyrir kannski utan Aurora Seafood, af því að þau eru að veiða sæbjúgu. En hitt eru fyrirtæki svo Greenvolt og Magnea bátar, það er samstarf hjá þeim að nota birgðir skipsins sem batteríhleðslu til þess að rafvæða flotann. Þetta er svona eina af þessum tækninýjungum og það er þetta sem við þurfum að ýta meira undir. Það er eitt veiðarfærafyrirtæki þarna, Optitor, og það var áður staðsett upp í nýsköpunarmiðstöð. Þannig að þetta er svona það sem við þurfum að vera að horfa svolítið í og að því að ég fekk nú að koma inn á að það væri þá þurfum að horfa svona vítt í bláa hagkerfinu inn á aðra iðnaði, þá blésum við í lúðra á síðasta ári og skelltum í viðskiptahraðal til sjávar og sveita, þar sem að við steyptum saman landbúnaði og sjávarútvegi, af því að í grunninn eiga þessir iðnaðar margt sameiginlegt. En hins vegar kannski því miður, þá hefur það verið rætt um það að landbúnaðurinn er kannski aðeins og eftir sjávarútvegi þegar kemur að tækninýjungum og við töldum að með því að steypa þessu í eitt mót þá gætum við svona hjálpað hver öðru. Og þegar við lögum að staði í þetta þá vorum við aðeins svona óróleg að við myndum fá ykkur að þáttöku og hugsaðum svona, fórum allega að staða og sagði já við fáum kannski 7 startup fyrirtæki í þetta. Við fengum yfir 70 umsóknir og við fjölgum teimunum í 10. Við hefðum verið til í að fara í 15-20, við áttum bara ekki manneflan í mentoran og það til þess að gera meira úr því. Og þetta munum við endurtaka á þessu ári einnig. Því að það er fullt af tækifærum. Við getum farið í framleiðslu á vistvænum fisk með umhverfisvænum aðferðum. Við getum laðað til okkar frumkvöðla, eins og Danmörk hefur gert við alla sem er að vinna í svona róbótatækni. Þeir vilja að Kaupmannahöfn verið miðstöð róbótatækni. Þannig að þeir búa til innviði til þess að laða fólk að til Kaupmannahafnar. Akkur erum við ekki miðstöð fjármálamarkaðar í sjávarútvegi? Akkur er ekki bara hlutabréf fyrirtækja í sjávarútvegi á Íslandi? Akkur er ekki Ísland þessi miðstöð? Þörungar og þari, það eru eilíf tækifæri. Því að þá komum við nefnilega jaðartegundunum og ég verð að segja þetta er örugglega ljótasta slæða sem ég hef sett upp, en þetta er ekkert fallega tegundir. Við erum að horfa á grjótkrabba, við erum að horfa á kúfskel, sæbjúgun, þang og þara, en þarna eru tækifærin og þegar við horfum aðeins svona yfir á fjármagn í þetta, þá er svolítið áhugavert akkurat við þessa tegundur sem ég set upp þarna að þær eru staðbundnar. Og það virðist vera þannig að ná í fjármagn í sjávarútvegi þá þurfið það yfirleitt að reyna að tengjast á einhvern hátt bolfiskvinnslu. En þessar tegundir eru staðbundnar, þær eru ekki á flakki hringinn í kringum Ísland sem að þýðir að við getum búið til ný atvinnusvæði út á landsbyggðinni til dæmis og fókuserað á að á þessu svæði ætlum við að vera að vinna með grjótkrabba. Á
Á þessu svæði ætlum við að vera að vinna og skapa verðmæti og kúfskel. Þetta mun eitthvað sem mun fallum sjálft sig eins og refaræktunin og minkaræktunin hér í gamla daga. En við verðum að læra, við verðum að prófa, við verðum að vera hugrökk að taka skrefið lengra. Gulldeplan gæti gefa okkur til dæmis töluvert. Við gerðum tilraunaveiðar, við gerðum tilraunum með hana fyrir tæpum 10 árum ef ég man það rétt, 8 til 10 ár síðan, svo hefur við ekki gert meira. Samt eru normenn sjúkir í hana að því hún er svo gott fóður í fóðri sem er nota fyrir laxeldi. Að því að hún eykur vöxtin á löxunum í eldinu. Hún er svo næringarík í þessari olíu. Þannig að þetta er svona sem við þurfum að hafa í huga. Það er fullt af tækifærum, en tækifæri líka er í jaðartegundunum. Við erum búin að fullnýta þorskin og höldum því áfram. Þess vegna segi ég eins og áðan að við bara aukum ekki þennan ábata með því að auka veiðiheimildir. Við þurfum ekkert að fara að veiða 1.000.000 tonna þorski til þess að ná fram meiri verðmæti. Við þurfum bara að horfa kannski víðar, fara út úr svona tunnel vision. Af því að ef við horfum til sjávarútvegs þessa bláa hagkerfis, þá er þetta mesti vöxturinn, hann verður í nýrri tækni sem er tengd heilsutækni. Við erum að tala lífvirku efni hafsins og okkur í sjávarklasanum, okkur er svolítið hugleikið svona frasi að sjómenn í dag eru lífsalar framtíðarinnar. Af því að þeir eru að koma með svo mikið af lífvirkum og flottum efnum úr hafinu sem að nýtast okkur á svo frábæran hátt til þess að efla heilsumanna og þetta eru náttúrulegar afurðir. Það er verið að vinna þetta úr fisknum okkar án mikils svona inngrips, ef við getum sagt sem svo. Bara langar að nefna því við erum að tala þessa heilsutækni að það er til dæmis fyrirtæki í klasan hjá okkur sem heitir Spaco Finance. Þeir hafa verið að hjálpa fyrirtækjum að fjármagna sig og það er svo magna á þessum tímum núna þegar stjórnvöld eru að koma aðgerðir til þess að bjarga fyrirtækjum og annað, þá tókst þeim samt að safna 200 milljónum íslenskra króna í að fjármagna fyrirtæki sem eru að koma sér fyrir í húsinu hjá okkur og ætlar að vera að vinna með mjólkurafurðir og fiskafurðir saman í svona hollu snakki sem að ég er búin að smakka og er bara tryllingslega gott. Þannig að þetta tekst þeim, en vitið það sem að þarf að gerast er, þeim tókst þetta að því að þeir fóru svolítið vítt, þeir fóru bara ekki í fjármála fyrirtækin eða fjárfestana. Þeir fóru líka til eitthvað sem er fulltrúi dreifingaðala, til eitthvað sem er fulltrúi framleiðslunnar, til eitthvað sem er fulltrúi hins iðnaðarins, sem mjólkuriðnaðarinn. Þannig náðu þau að draga saman og þeir sem eru að ráðleggja svona fjárfestung, hvar þeir eiga fjárfesta í dag út í heimi, þeir segja, og ég selða ekki dýrar en ég keypti það, en þeir segja að fyrirtæki í dag eiga að leggja allavega 20% af sinni fjárfestingu í nýsköpun. Við þurfum á því að halda í heiminum í dag. Og ef við þurfum á því að halda í heiminum, þá þurfum við á því að halda á Íslandi líka. Þannig að ég á mér 2 drauma og nú kemur fyrir draumurinn. Ég veit ekki hvort þið þekkið þessa setningar, ég ætla ekki að syngja þær fyrir ykkur, en þetta er úr ABBA-lagi sem heitir I Have a Dream. I believe in angels, something good in everything I see. Og vitið það, einn af mínum draumum er að ég sitt á skrifstofunni minni, horf út á Grandabryggju. Það er náttúrulega svo fallegt útsýni, ég ger aldrei neitt gagn í vinnunni, ég er bara alltaf að horfa á ykkur að landanir. Símir hringir, Berta, sæl Berta, ég er útgerðamaður eða útgerðamanneskja og mig langar svo að fjárfesta í nýsköpun í sjávarútvegi. Ég vil vera með í tækifærunum í bláa hagkerfinu. Hvað á ég að gera? Ég bara segi, komdu fagnandi þú mikla manneskja, ég skal sýna þér ljósið. Þið þeim á fund og kynna þið fyrir startupunum sem eru hjá okkur. Af því að við þurfum svo mikið á því að halda að þeir sem eru starfandi í útgerðinni líka í dag, að þeir hætti að fjárfesta bara í steipuklumpum í 101 Reykjavík. Ég skil ekki alveg hvað þeir hafa að gera með fjármagni sitt þar og komið til okkar og sé með okkur í þessari vegferð að auka tækifærin í bláa hagkerfinu. Af því að ef þeir ætla ekki að, við erum ekki að auka veiðiheimildir, þeir eru ekki að fjárfesta meira í þorsknum sínum, þeir eru kannski búin að fullvinna húsin sín, þau eru eins tæknivædd og hægt er, þá þurfum við að þeir verða skrýtna fólk sem er til í að taka sénsinn með okkur og allir iðnaðir þurfa svolítið skrýtu fólk eða sérviturt fólk
til þess að taka þessa vegferð áfram. Og svo að lokum þá er ég einn draum enn og við erum hér í boði samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Og það er bara, ég fekk áskorun að tala mína sýn á nýsköpun, þannig að ég varpa smá áskorun á Heiðrúnu núna, að þegar SFS var stofnað, var stofnfundur SFS, þá hafði þetta verið LIU, þetta var sameining og hér var breytt í samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Þá við búið að tala á stofnfundinum. Og þá kom ég í pontu og talaði fyrir hönd nýstofnara samtaka þá, sem heitaði þessu, konur í sjávarútvegi. Og við vorum að brjóta dálítið múr og fella veggi með því að koma þar fram og tala. Og minn draumur er sá að á næsta, eða þar næsta aðalfundi, ég gef alveg smá séns og tímalengd, að þá verði fókusinn á aðalfundi samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Hann verði á bláa hagkerfið. Við þurfum að fá svona fund með fókus á þetta þar sem við erum ekki bara með veiðar og vinnslu. Við þurfum svolítið að fá fólkið sem er útgerðarfólk, tæknifólki, líftæknifólki, fjárfestana, alla sem vilja taka þátt í þessum stóra hatti sem að bláa hagkerfið er. Og ég lofa ykkur því að ég get tekið hvaða tegund sem er í hafinu og sett hann inn í fiskvirðisvélin okkar, sem er þarna þorskurinn. Ég skal taka kúfskélina og teikna upp fiskvirðisvél. Ég skal taka þang og þara og teikna upp fiskvirðisvél og sýna ykkur hvernig við getum fullnýtt þessar afurðir án þess að sóa nokkru. Takk fyrir. Aldeilis frábært. Takk fyrir þetta. Þú færð ekki svona hallast eftir 3 manna klapp en kannski í útsendingarbílnum hægt að klippa inn einhver svona brjáluð fagnaðarlæti sem að þú ætti skilið fyrir þetta stór góð erindi. Við höldum bara áfram og næsta erindi er þú, Gummi. Ég bara bið þig að gjöra svo vel að taka þá við keflinu. Takk fyrir. Þetta var frábært, mjög gaman að sérstaklega þessi fiskvirðisvél, mér langar að sjá hann, þetta er svona Dr. Seuss-vél sem er kjallanum hjá ykkur hérna. Við smíðum hann Já, það er mjög flott. Sama ég beðum að koma og tala rauninni nýsköpun í sjávarútveginum, en áhvert ég kemur algjörlega allt annað staða frá heldur en allir aðrir hérna, ég veit ekkert sjávarútveginn, ég hef aldrei farið á sjó, ég reyndaði stigi inn í fiskvinnslu, það var í Japan í Tókíó sem ég fór að skoða túnfisk við þarna, en það er eina sem ég held ég kom að halda þess, en ég er ekki heimsmeistari í þessu. Og ég kem bara með vonandi einhvern veginn annan vinkilinn á þetta. Og það sem ég ætlaði að fá að tala um, bæði við, mér finnst frábært að við séum að halda þetta þó að það sé samkomubann í gangi. Mér finnst þetta svona ákveðin nýsköpun að við séum samt að láta ganga áfram og vonandi fólk að njóta þess heimi á sér eða hver sem þeir eru að horfa á þetta og við getum haldið áfram ótrauð. En það sem ég ætla að tala um er vísifjárfestingar og vísi er nýtt orð sem við erum komið upp með þetta núna nýlega sem er verið að herma eftir vísi, venture capital á ensku og talar um fjárfestingar þar sem einhver hugmyndir að fara af stað, það sem er gífurlega mikil óvissa og það reynir jafn mikið á fjármagn og hugvit. Það sem reynir þetta tvennt kemur saman og við langar bara að taka örstuð, þetta er svona vísi fjárfestingar 101, þetta er bara mjög háa leveli og ég ætla ekki að fara einhver smáatriði þarna og fullt meira að tala um. En mér langar bara að fara í hver er aðferðafræðin og hvernig þau virka í tíðina og af hverju, hvernig þetta er sett upp oft og hvernig þetta er sett upp þannig að þetta hagnist nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi sem best. Og ef við horfum að sem kallast hefðbundna fjármögnun, þegar fólk tala um að einhver fjárfesting kom inn, þá hugsa fólk oft, ég kem inn í 25% einhverju fyrirtæki, kem peningur inn, fyrirtæki stækkar, gengur vel eða eitthvað og ég fæ á 25% þannig að ég á meiri pening fyrir vikið og þetta er svona þessi hefðbundur peningur inn, peningur út, ef allt gengur vel þá fyrir ávöxtun, ef það gengur ekki vel þá kannski rýrnar peningurinn en það er rauninni, það snýst það að það er bara peningur inn, peningur út og það er eitthvað sem virkar mjög vel fyrir hluti sem hægt að verðleggja auðveldlega eða hægt að skilja hver framtíðin er, til dæmis steypu. Það getur sagt ég set pening í steypu og ef að steypan hækkar í verði þá get ég fengið meiri pening tilbaka. Og gallinn við þetta þegar kemur að svona nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi er að rauninni það er erfitt að verðmeta hlutin til að byrja með þegar þeir eru snemma eða eru hugmyndir og eins líka það er oft mikilvægt að þeir sem eru að framkvæma fái líka hluti í því sem þeir eru að gera.
og þetta eitthvað sem oft erfitt að koma í kring vegna þess að fólk skilur ekki alveg alla aðferðafræðina og ég ætla að tala svona nokkra hluti hvernig þetta sett upp, þetta ekki alveg kannski augljóst á yfirborðinu og það sem ég ætla líka, sem ég nú búin að vinna í Kísildalnum í 15 ár, þá halda allir þetta sé eitthvað sem kom úr Kísildalnum, en það alls ekki rétt. Þetta auðvitað stundar mikið þar, eins og það mikið fólk sem með hugmyndum sem leitar í fjármagni og vill framkvæma, en það raunum að rekja þetta aftur til hvalveiða miðju 19. aldina, þar sem að hvalveiðimenn fóru út og langa túra, það var alltaf ár í senn og þau þurftu pening til að kaupa búnað og þá var oft dýllinn sá að það kom peningur inn en skipstjórinn og aðrir áhafnarmeðlimir fengu okkur prósent í því sem kemur tilbaka og talandi bilaði fólki sem fyrir einhverja langa leið þetta verið snarbilað fólk þess að mest líkur myndi deyja á leiðinni þannig að það fer inn og segir ok, ég fæ 6% í hvalnum þegar ég kemur tilbaka í þeirri von að það komi tilbaka lifandi og þeir sem lifðu þess að ferra og komast alla leiðina eru ríkir en flestir eru ekki ríkir þess að þeir bara duttu í sjóin einhverjum leiðinni þannig að þarna rauninni byrjar þetta módel sem peningur og í þessi tilvíkja ekki endilega hugvit heldur bara djörfungur að vilja fara út á sjóin og taka sénsinn þarna byrjar þetta módel með ok, hvernig getur þetta unnið saman þannig að allir hagur allra liggi í sömu áttina þannig að þetta módel hefur þróast í tíðina og rauninni verður svo þróast á auströnd Bandaríkjanna fyrst og rauninni verður svo grunnurinn að því sem heitir núna Kísildalurinn sem að fyrirtæki miklu leyti þegar þeir byrja að þá eru sett upp að þennan hátt til að byrja með og í grunninn þá rauninni þetta hugsað þannig að það eitthvað fólk venjulega svolítið veruleika fyrt og heldur það geti breytt heiminn með einhvern veginn og með einhverja hugmynd og oft hugmynd sem að reyna að breyta einhverja laga eitthvað sem til nú þegar eða gera eitthvað betur en þetta lifir ekki súrninu saman en það er að fá pening til þess að framkvæma þetta og það fer til fjárfesta og fjárfesta koma inn pening þetta svona grunnhugmyndin og þá svona selur fólki sem á hugmyndina ákveðin hluta fyrirtækinu til fjárfesta og fær peningin í fyrirtæki en eiga samt ennþá stóra hluta fyrirtækin sjálf og þarna kemur inn í grunnhugmyndin að peningurinn og hugviti saman bera ávöxtinni þegar vel gengur að þetta sé sameiginlegt verkefni yfir ákveðin tíma en fyrir það sem að koma úr hefðbundna fjármögnun í heiminum þá leiðum að segja þetta þá kveikna ákveðna viðvörunarbjöllur og fyrsta sem kemur upp sem ég langar að tala nokkuð svona augljósu vandamál og hvernig það tæklað það er mjög mikilvægt að skilja og bæði við það sem ástæðan gott að tala þetta er það að ég er búin að vera núna heim í 1 ár og ég hef tekið því að nýsköpunarfyrirtæki í Íslandi ekkert endilega sett svona upp þannig að það virðist vanta svolítið svona þroska í því að gera þetta svona þetta tryggi það að peningurinn og hugvitið hafi hagað því saman að fara í þessa vegferð og þetta fyrsta hættumerki það er eitthvað fyrirtæki sem eitthvað fólk sem á enga pening á helmingin í fyrirtækiski og svo kemur peningur inn og sem ef þú kemur frá hefðbundna fjármagninu þá hugsa ekki hvað stoppar þetta fólk frá því að bara lappa í burtu með helmingin í peningum það kom inn 10 milljónir krónur þú átt helmingi fyrir, þú getur lagt félagið niður og bara hirt 5 milljónir. Þetta er bara peningur, bara instant peningur. Og það er rauninni þessi hugmyndin það að fólki sem kom inn það tók annan af þessum peningasekkjum og lappa bara burtu og hirt þetta. Og þar kemur inn sem kallast forgangur fjármagns. Þannig að rauninni venjan er svo peningur inn, peningur út hefur alltaf forgang áður en aðrir fá. Þannig að ef ég setur 10 milljónir í fyrirtæki að þá hefur það forgang, sá peningur hefur forgang tilbaka til fjárfestana áður en nokkur annar fær eitthvað. En það er nú búið að gera því kringu það að þetta bilaða fólk sem er að fara einhverja rosalega nýsköpun og þróun snúist hugur allt í einu bara daginn eftir að búið að kvipta og lappa burt með fullt af peningum. Þannig að það rauninni frekar auðvelt að koma fyrir að það sé einhvers konar svona svindl í gangi og þetta er bara hefðbundna standardleiðir sem gerir þetta sem er sett inn í forgang inn í fjármagn og tengt hlutabréfinu. Hitt sem er aðeins flóknara og oft hefur verið einstöður svolítið erfitt að útskýra fólki hvað gerist ef að með eitthvað hóp sem kemur saman og segjum svo sétt með 4 starfsmenn sem að byrja ykkur fyrirtæki og það kemur peningur inn og svona og í þessum fyrirtækjum starfsfólki allt oft allt sem skiptir máli og það á einhvern hlut í fyrirtækinu hvað gerist ef að kannski 2 ákvað hætta og þetta hættlut fyrir bæði það sem setja peninginn en líka hættlut fyrir það sem með þessum 2 þannig að ef hópurinn ákveður einhvern veginn að klofna splundar sem getur alltaf gerst ýmsum ástæðum og það sem að menn hræddir við hvað ef einhver 1 eða 2 hætta
og taka aftur með þessi fullt af peningum. Allt í einu segjum svo ég sé búin að standa fyrirtæki með félagi mínum og svo daginn eftir hættir hann og á 25% félaginu og ég þá fara að vinna fyrir 25% sem farin og þetta vekur svona ákveðna spurningar, hvernig er þetta komið veg fyrir þetta? Og þetta er hitt sem að ég hef séð allt og lítið af, en er svona mikilvægt tól í þessum aðferðafræði, er að setja það sem kallast vesting. Þannig að ég á ekkert annan hlut til að byrja með, heldur ég vinna hann inn. Þannig að þarna kemur aftur hugvitið yfir tíma leyfir mér að fá okkur hlut í fyrirtækinu. Þannig að þegar fyrirtæki kemur saman, þá eru stofnendur sem peningur halda pening út, en stofnendur og fólk sem kemur sem starfa, það er sett á sem kallast vestingplan, það sem yfir 4 ára tímabil venjan, að þá eignast starfsfólkið þennan hlut, en ef þú ákveður að hætta eftir mánuð, þá fari ekki neitt. Og þá ertu að nota þennan hlut í einhvern annan kláran aðalega þess að gefa úr ráðinn og svo framvegis. Og þetta gildir bæði þetta fólki sem kemur fyrst inn og svo með það sem kallast optionu, þá ertu að gefa nýjum starfsmönnum hlut í þessu líka og á sama hátt, þú eignast það við tíma, þú færð ekkert strax. Og ég hef tekið því að þetta er svona, það er rosalega, held ég, væri gott fyrir okkur að tileinka þessi vinnubrögð vegna þess að þetta tryggir það að allir eru sáttir yfir langan tíma vegna þess að flest þessi verkefni eru langtímaverkefni. Þetta er ekki bara eitthvað sem klárar 1 ári eða 6 mánuðum og þetta er ekki eitthvað sem að fólk á að hoppa í og ætla að vera ríkt snöggt. Sko. Það er algjör misskilningur. Þannig að þetta er búið að tryggja hag þeirra sem vilja leggja vinnu sína yfir langan tíma og peningin og fjármagni. Þetta er þolinmæði. En ég þetta þeirri von að það verði eitthvað miklu meira til í lokin. Og þannig að sko, myndi sem ég sett upp hérna, ef allt gengur vel, þetta er þetta besta myndin, að þá eru allir ánægðir, þá stækkaði kakan og allir hópurinn stækkaði, en það fá allir hlut í því að það gengi vel. Þannig að fjármagn sem kom inn, ef það gengur vel, það vandi stækka líka, en líka þeir sem unna þessu, nótt og dag, dugnaða fólk, að það fá líka uppskera sitt af þessu. Þannig að þetta er setup sem hefur gengið rosalega vel í Gísladalnum og má miklu lítið rekja til þessa forms af fyrirtækjastarfsemi sem er tryggt það að fólk er tilbúið að leggja sína vinnu og bara allt sitt í þetta í þeirri von að komast þangað. Það er ekki sjálfgefið að fólk alltaf endi þarna, en í þeirri von að allir muni hagnast á lokum. Og ef allir hagnast í svona umhverfi, þá hagnast þjóðfélagið. Þetta er bara mikrokosmmynd af hagvexti sem er að horfa. Þannig að ef við náum að gera meira af þessu, þá er þetta væntanlega ætti að ganga betur. Og það sem ég er að vonast líka með þessu sem að tengt sjávarútveginum, ég þekki hann mjög lítið og það sem ég hef upplifað er það að hann er frekar lokaði fyrir utanaðkomandi fólki. Og þetta getur verið ein leið til þess að hvetja fólk sem hefur þekkingu utan sjávarútvegsins til að koma inn með það, tækni fólk eða annars konar og vinna með sjávarútveginum í að búa til einhverju nýsköpunarfyrirtæki. Og þetta er leið til að segja okkur, ef fjármagn hvort það kemur inn að sjávarútvegsins eða utan og fólk sem er með einhverja hugmyndir, kannski vinnur saman með öðru fólki sem er inn að sjávarútvegsins, að þetta komur sér saman á þann hag, allir sé að hagi því að komi nýsköpun inn í sjávarútveginn. Og ég er alveg að því að sjávarútvegurinn, ég er sammála, við erum heimsmeistarar og þurfum að halda okkur við þar og ég held að við gert frábær hluti sérstaklega síðustu 20 árin eða svo, en ég sé bara óendanleg tækifæri. Ég sé bara að við getum gert miklu meira. Og ég spurður í gær hvort að við varum búin að ná hvort við værum ekki alveg bara í 10. Og ég var brugsa til Spinal Tap og þessi mátalega fyrir bara upp í 11 þannig að ég held að við getum farið miklu lengra og haldið áfram alltaf að fara lengra og ég sagði við ættum vera miðstu fjármálakerfisins sem tengist við sjávarútveginn, við ættum vera með fullt af startupfyrirtækjum sem eru inni í þessu við getum verið svo miklu framar og ég er ekki að gera lítið sem er til þegar held að þetta bara við sitjum á soddan gullnámu að við getum gert þetta er óendanlegt tækifæri þarna. Þannig að þetta er bara mitt innlegg hérna. Takk fyrir. Glæsilegt. Takk kærlega fyrir þetta. Og við kannski förum aðeins dýpra í þetta á eftir, af því að þarna kemur þetta inn á hluti sem snerta í raun og veru ýmislegt af því sem að ég nefndi hérna upp af þessum einhverja hornsteina. Þetta er hugarfarsmál, þetta er ekki bara fjármagnsmál, þetta er umgjarðarmál líka og kannski snertir það hvernig bensínið sem þarf til þess að búa til nýsköpun, hvernig komum við því á rétta staði og það er þá þessi tegund
fjármögnunar sem hefur reynst nýskapandi frumkvöðlastarfsemi heilla drjúgust þar sem hún hefur náð að þroskast. En nú ætla ég að þið hefur kannski að bregðast við því að það með einhverja punta frá þér sjálfur eða úr þessu áður heldur en að við hlustum á það sem að þeir eru ósýnilegu fundagestir hafa fram að færa. Já, þetta var bara ótrúlega áhugavert að hlusta á þetta. Maður verður alltaf svo inspireraður þegar maður fer að heyra einmitt hugmyndir úr öðrum áttum en þeim sem maður svona inn í litlu búblunni sem maður alla daga, sko. Ef maður heyrir eitthvað nýtt að það mál, já, við verðum að kýla á þetta og við verðum að gera þetta betur og það nú tilgangur þessara funda að við maður fái smá súrefni og til þess einmitt að fá nýjar hugmyndir. En mér finnst þetta kannski að mörgu leyti bara, þetta eru mörg lög, hvernig glæðir maður nýsköpun og maður hugsa allt sko það þarf að vera til staðar þessi jarðvegur. Og jarðvegurinn þarf að hafa eitthvað ákveðið innihald til þess að fólk geti sá þar fræjum og uppspretta verðmætin. Og ég held að hvað sjávarútveg varðar, þá þetta svona jarðvegurinn þar þetta bara þetta starfs- og rekstrar umhverfi sem að þá atvinnugreinin markaður af hálfu eiganda auðlindarinnar, stjórnvöldum, íslensku þjóðarinnar og ég ætla nú ekki að hugsa fólk alveg ok, byrjar að tala kvótakerfið en inn að ferðin, alltaf þarf að blanda því inn í allar umræður, en jú, þú veist, fiskveiðistjórnunarkerfið ákveðin hluti af þessu og að hluta til lykill að ef að þú skapar kerfi þar sem að þú getur samtvinnað hagsmuni fyrirtækjana við hagsmuni eigandans, eiganda auðlindarinnar, þá nærðu þessari langtíma hugsun og það allir að hugsa hvernig get ég harvestað þetta sem ég að vinna með til þess að auka verðmætin til allra framtíðar. Og ég held að þetta sé líka það sem að mér finnst stundum vanta skilningur á hvað sjávarútveg áhrærir. Það oft talað að það kannski skorti á eða mætti vera meiri langtíma hugsun í sjávarútvegi af hálfu fyrirtækja og þeirra sem starfa í greininni. En það eru kannski tveir þættir sem einmitt hafa þar áhrif. Það vistkerfi hafsins og svo það pólitík. Í eðli sínu nýting auðlinda bara pólitískt mál og þess vegna munum við líklega alltaf takast á hvernig við högum því. En þegar þú ert að reka fyrirtæki, þá ertu einmitt í þessum aðstæðum. Annars vegar fæ ég úthlutað kvóta frá einu ári til annars. Hvernig eru fiskistofnarnir? Það leyfir þér í raun ekki þann munað að hafa langtíma hugsun hvað það varðar. Bara hvaða tekjur mun ég hafa áfram í tíman. Og svo það þessi pólitíska óvissa sem nánast svona hringrás á 4 ára fresti á að umbylta kerfinu, á að taka af mér mína verkfærakistu sem að ég nýti til að skapa tekjur. Og þetta kannski svona steinn í götu finnst mér sjávarútvegs að við þar með dálítið klippu við á þessa langtíma hugsun. Og mér finnst að við þurfum að breyta þessu og skilja þetta. Þannig að við séum öll samstíga við ætlum að ná þessari langtíma hugsun vegna þess leið og þeir sem að starfa í atvinnugreininni vita að þú hefur þessi tryggu réttindi til lengri tíma að þá auðvitað leggur inn fjárfestinguna. Þá ertu tilbúin að setja pening í áhættu fjárfestingu sem nýsköpun, sem rannsóknir, sem þróun. Af því að þú hugsar einhvern tíman í framtíð, eftir 10 ár, eftir 20 ár, þá mun það skapa verðmæti. Þannig að þetta eitt sem að ég vona að við getum breytt. En það þýðir það ekki að við eigum ekki að hafa það. Ég held að kerfið eins og í dag að mörguleiti gott og til muna betra en flest öll önnur fiskveiðistjórnunarkerfi sem til staðar í heiminum. Það ekkert annað kerfi betra sem hefur tryggt betur nýsköpun en íslenska fiskveiðistjórnarkerfi. Þannig að því leitinu til höfum nálangt. En eins og þið talið bæðum, þú veist maður nær aldrei endastöðinni. Þú ert aldrei komið 10 einkunn og þá hugsaðu nú þetta búið að þú verður heimsmeistari 1 árið og þar með verður heimsmeistari öll árin og eftir. Þetta bara verkefni á hverjum einasta degi. Og mér finnst maður skiptir þessi tvennt hvað veiðar og vinnslu varðar, svona þessa lykilþætti sjávarútvegs, þá nýsköpun þetta bara grundvallar þáttur í samkeppnishæfninni. Að við höfum hvar væri sjávarútvegur ef að ekki væri fyrir marel, ef ekki væri fyrir skagan 3X. Allt þetta, þar sem við erum alltaf að hugsa bara hvernig minnkum við
handtökin þar sem við erum að meðhöndla þessa viðkvæmu afurð þannig að gæðin verði sem best og við skilum sem mestum verðmætum út úr þessu og það hafa þessi tæknifyrirtæki, samstarfur við þau hefur skilað þessu. Og síðan það bara þetta, hvernig síðan náum við öll svo afurð sem við tökum úr sjó, hvernig getum við nýtt hana að fullu. Og það auðvitað hugsunin sem við erum að vinna endalaust með og við höfum náð ákveðnum árangri, sérstaklega með þorskinn, en við þurfum auðvitað að gera betur og það þarf að vera í fleiri tegundum. Þannig að þar hafa sprottið upp, ég meina fyrirtæki og mér finnst það gaman að sjá nýsköpuna fyrirtækin að þau dreifa sér dálítið hringinn í kringum landið og plasera sig nálægt sjávarútvegi sem svona bara svona staðfesting þess hversu mikilvægt samstarfið er. Það ástæða fyrir því að fyrirtækin eru þarna. Keresis á Ísafirði, Protis á Sauðárkróki, Genis á Siglufirði, Primex á Siglufirði, Collagen Vesmiða á Reykjanesi. Allt þetta. Að þetta tengt grunn atvinnuveginum, þessi nýsköpunar þáttur. Þannig að mér finnst þetta algjörlega órjúvanleg heild og þess vegna finnst mér teku undir með Bertu, samtök fyrirtæki sjávarútvegi, að þetta er ekki bara veiðar og vinnsla og við þurfum að vera betri í því að integrera alla þætti þess sem þegar við erum að tala um sjávarútveg. Þannig að þetta svona mínar pælingar hvað þetta varðar. Það sem að mér finnst, og ég var aðeins hugsað að því að við sátum nú í þessum hóp sem var að mynda þessa nýsköpunarstefnu fyrir stjórnvöld. Og maður sér það líka við um gott samstarf við háskólana og mjög aktív samstarf við háskólann í Reykjavík. Það tvennt í þessu hvernig glæði maður nýsköpun ekki bara þeirra sem eru í sjávarútvegi sem eru bara hér er eitthvað vandamál sem þarf að leysa, heldur einhver aðri sem að hafa aðra sýn og hugvit sem að geta komið með ákveðna lausnir líka sem við sjáum kannski ekki fyrir sem að erum að starfa í greininni. Og þar almenningur og þar eru háskólar. Og ég velti fyrir mér, það allavega tvennt þar sem ég myndi vilja sjá breytast og það einn þáttur í því eins og Gummi nefnir, sjávarútvegur er dálítið lokuð atvinnugrein. Að þegar hún lokuð þá kannski ólíklegt einmitt að aðrir fá einhverjar hugmyndir hvernig getum við bætt sjávarútveg. Og það eitthvað sem við getum klárlega unnið í, að bara hvernig opnum við þessa atvinnugrein og aðrir skilji hvað við erum að fást við, hvar vandamálin liggja og allt þetta og fá þá fleiri hausa til að hugsa vandamálin með okkur. En líka varðandi samstarfi við háskólana og ég veit ekki hvort það tengist bara sjávarútveg eða hvort að það sé háskólaumhverfið á Íslandi en maður sér einhvern veginn meira fyrir sér nánara samstarf, atvinnugreina og háskóla. Þetta ekki bara eitthvað eitt verkefni. Það bara fólkin í háskólanum sem alla daga í því að rannsaka, þróa, hugsa í lausnum, hvað þessa atvinnugrein varðar. Og maður hefur tilfinningun allavega, ekki að ég sé sérfræðingur en Gummi þekkir það þá kannski líka og Berta, að þið hafi nú verið í Bandaríkjunum, að hvernig eru háskólarnir þar, þeir sem best gera. Að þetta kostar auðvitað tíma og pening, en hér hefur maður aðeins á tilfinningunni og maður heyri það aðeins, nú situr líka í stjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, að oft þetta bara dálítið frumkvæði einstakra kennara inn í háskólanum, bara ég hef áhuga á þessu, ég bara passion fyrir þessu og þar með leiða rannsóknir til einhvers. Að það kannski ekki mekanismin innan háskólana sem að glæða þetta beint. Þannig að getum við gert einhvern veginn betur þar og getur atvinnugreinin komið meira inn í það umhverfi. Þannig að það eru svona pælingar mínar og ef að þið hafið eitthvað input í það væri það frábært. En mér fannst gaman líka að Berta kemur inn á umhverfismálin og það kom líka svo sterkt inn á umhverfisfundinum. Við eigum að vera algjörir heimsmeistarar í því að vita hvað að gerast í hafinu. Það bara grundvallar þáttur í því að við lifum í þessu landi. Og þetta ekki það að Hafró sé gert kleift að rannsaka með fullnægjandi hætti hvað að gerast, ekki bara til þess að gefa út kvóta frá einu ári til annars, heldur í miklu viðameiri rannsóknum að bara þekkja allt vistkerfi hafsins frá klaki þar til fiskur veiddur og hvaða tegundir þetta eru, hækkun hitastigs sjávar, breyting hafstrauma, súrnun sjávar, allt þetta. Hér ætti að vera miðstöð rannsókna á hafinu og ungt fólk
eins og Andri Snær sagði, ætti að hafa æði fyrir hafinu, ungir Íslendingar. Þarna klárlega verkefni að vinna og svo líka á Matís. Þar eru þetta rannsóknir bara á þessum einmitt afurðum, hvernig getum við gert auki gæði þeirra, bætt vinnslu og allt þetta. Og ég nefni bara makrílinn sem dæmi sem svona nýlegast og augljóst. Við erum tiltölulega nýlega farin að veiða makríl, hann gengur hér inn í lögsöguna, varla 10 ár síðan, svona svo einhverju virkilegu nemi, þannig að við séum að veiða hann þannig að hann skipti máli, en gæði hans og hvenær hann gengur inn í íslenska lögsögu og það bara áskorun. Hann ekki af sömu gæðum og þegar hann í norskri lögsögu, þar með fá Norðmenn meira fyrir afurðina, meira hefur farið í bræðslu hér á landi, við höfum þetta samt þó lyft grettistaki í þessu, að meira farið til manneldis, hluti af því einmitt samstarfi við Matís. Hvernig getum við gert betur þarna? Þetta svona kannski þessar földu stofnanir sem að svona fólk sem ekki starfandi í greininni veit kannski ekki yfir höfuð að séu til, en hvað þá að það viti nákvæmlega hvað þau að gera og mikilvægi þeirra. Þannig að rannsóknir klárlega eitt sem við þurfum að huga miklu betur að. Þetta voru svona mínar pælingar. Aldrei stórgott. Ég ætla að minna á netfangið samtal@sfs.is og ég var að taka það saman. Pósthólfið ekki að hrynja sem sagt yfir einsendum erindum þeirra sem fá ekki að koma á fundin. Nei, það ekki að hrynja. Ég var að taka þetta saman og mér sýnist að heildarfjöldi athugasemda í augnablikinu sé 1. Já. Þannig að það alveg smá svigrúm til þess að senda skilaboð og athugasemdir og förum við það þegar að við erum búin að sjá núna innslögin fyrir þeim sem við báðum að leggja fram spurningar eða athugasemdir eða hugleiðingar eða hugdettur inn á fundin og það verður bara þá spilað núna. Þannig að Komið sæl, ég heiti Helga Viðarsdóttir, ég starfi hjá fyrirtæki sem heitir Spakur Finance. Við sérhæfum okkur í því að verðmeta og fjármagna fyrirtæki og við leggjum mikla áherslu á það að tengja stöndug fyrirtæki við frumkvöðla og sprotafyrirtæki og við sjáum gríðarlega mikil tækifæri í því og það hefur reynst okkur vel og hefur gengið vel en við teljum með alla þessa þekkingu og reynslu sem býr í sjávarútvegi og þessa gríðarlega auðlind fyrir utan við landið okkar að við getum nýtt að mun betur. Og það sem okkur langar að sjá ennþá meira samstarf á þessum vettvangi. Það að segja við stöndug fyrirtæki, frumkvöðlafyrirtæki, vegna þess að þau ná meiri árangri, þau hlaupa hraðar, þau ná að nýta sér þennan eldmóð sem býr í frumkvöðlafyrirtækjum. Og við náum að halda okkar forskoti í sjávarútvegi sem áður. Við hér í Sjávarklasanum erum að sjá gríðarlega mikinn hóp af fólki koma til okkar úr öllum áttum með dálítið ólíkar hugmyndir bláa hagkerfið og það sem hægt að gera við það heldur en að við þekktum áður. Alls kyns hugmyndir þörunga og nýtingu hafsbotnsins og fleira. Ég held að við þurftum að fá svona heildstæða stefnu og samtök saman það að búa svona heildstæðari stefnu bláa hagkerfið. Það sé okkar stærsta verkefni framöndan. Hi, I'm Michaela Garland. I'm from New Haven, Connecticut. I'm here representing a new initiative called Project Blue at Southern Connecticut State University that is hoping to establish an ocean cluster house in Connecticut. We are using the emerging seaweed industry for Long Island Sound as a catalyst for the ocean cluster. However, we see a very unique opportunity in the seaweed industry, especially for small-scale fishermen as a way to diversify their products, their crops, and their catch, as well as emerging industries in bioplastics, biotextiles, more consumer products, biofuel, and other unique products with the seaweed industry. One company that is currently in Iceland that is utilizing seaweed and harvesting it for production is Þorvik, which is in the West Fjords. However, there's a unique opportunity for Þorvik to expand their production and expand their consumption or use of seaweed more so in fully utilizing all of seaweed's benefits instead of just harvesting, processing, and exporting it. They have a unique opportunity in getting more seaweed extract, using it for food products, using it for biotextiles and bioplastics. It's just they need to diversify the ways in which they process their seaweed. Ég heiti Hjörtur Emilsson, framkvæmdastjóri hjá Navis EHF.
skipaverkfræðistofu. Við höfum síðustu 2 ár verið að hanna rafmagnsbát, 15 metra bát með batteríum sem á að geta siglt frá því að vera 60% rafmagn upp í 100% eftir lengd veiðiferðana. Við erum tilbúinir nánast að fara að smíða og gætum smíðað þennan bát á næstu missurum. Gætum verið komin á sjó á næsta ári. En það sem vantar inn í verkefnið er að sjálfsögðu kaupandann. Hvað þarf til þess að þessi bátur verði markaðsvara og útgera sér tilbúin til þess að fjárfesta í nýrri tækni. Já, komið þið sæl. Takk fyrir að leita til mín og til hamingju með þá nýsköpun sem felst í því að halda þennan fund með þessu sniði. Ég er með spurningu varðandi nýsköpun og sjávarútveginn sem ég held sem er mikilvæg. Og það er hvernig getum við aukið bæði þekkingu og áhuga krakkana okkar og bara fólks almennt í samfélaginu á hafinu og öllu sem þar er. Því án þeirrar þekkingar og áhuga þá náttúrulega er enginn sem tekst á við þessi mál. Ég á til dæmis 8 ára gutta, hann er alinn upp í útlöndum og veit ekkert áhugaverður en sjóinn og sjávarverur, en hann hafði ekki hugmynd það út frá þeim íslensku bókum og íslensku þáttum og svo framvegis sem hann var að horfa á. Hvað sjórinn í kringum Ísland er merkilegur og sjálfur lærði ég í rauninni miklu meira og ég reyna að fræða hann heldur en ég hafði nokkuð tíma lært í minni formlegu skólagöngu. Þannig að spurningin er í rauninni þessi, hvernig getum við aukið á þessa fræðslu og þennan áhuga og hvernig getur sjávarútvegurinn komið að því að deila þessu miklu víðar samfélagið. Takk fyrir. Aldeilis, það var nú eini viðbót sem ég var nú vonast þess að myndi nást inn frá henni Salome Guðmundsdóttur, kannski er hægt að spila það, annars þá verðum við bara að eiga það til betri tíma. Þetta voru nú margar áhugaverðar ábendingar og skemmtilegar svo sem upplýsingar líka. Við fórum þarna í sjávarklasan einmitt, þar sem er fólk að vinna að ýmiss konar hugmyndum og kannski myndi bara byrja því að varpa fram pælingu varðandi kannski út frá þessum. Það voru nokkri sem töluðu á þessum nótum og þetta er líka ekki hluti af því sem við erum búin að vera að tala hérna bæði þú hefur nú í framsögunum varðandi fjármagnsþáttinn í nýsköpuninni og Guðmundur, þú náttúrulega varst að tala þessa tegund af fjármögnun sem felur í sér miklu meira samstarf þar sem er borin virðing fyrir því sem sagt að þeir sem koma með huglægu verðmætin og vinnuaflið að sem sagt mótu nýrar hugmyndar að þeir sem sagt njóti ábata og þeirra hagsmunir passi þannig við hagsmunir fjármagnsins að menn geti treyst í innbyrðis að menn haldi svona kúrs varðandi að þróa hugmyndina áfram. Þegar þetta er mikil áhætta og þú talar uppruna venture capital hugtaksins í Bandaríkjunum sem er rakin til hvalveiða og þar er unnið upp á hlut eins og er gert í íslensku sjávarútvegi, unnið upp á hlut, það er hefðin að sá sem leggur til vinnunar eigi hluta af afrakstrinum en þetta krefst þess að menn hafi svolítið taugar til þess að taka áhættu að því að eins og Michael Jordan körfuboltamaður sagði einhvern tímann að hann hitti nú bara rétt á sínum helmingi af skotunum sínum á öllum ferlinum og var þó sá besti í sögunni en hann hitti ekki neinu skoti sem hann tók ekki eins og hann orðaði einhvern tímann og þá kannski bara þetta varðandi hlutverk fjármagnsins í þessu og hvar við stöndum í dag kannski áfram út frá þessu sem kom fram hér og í okkar umræðu. Þetta er finnst það að vera mjög gaman að hlusta á allar þessar umræðina og ég er búin að skrifa fullt af punktum sem að fann mér þess að hugsa þetta og eitt er að fá fjármagn, þetta er fullt af peningum í umferð sem að gæti nýst í nýsköpun og ég held að það, fjármagn er til staðar og ég held að sé svona nokkur þetta sem spilar inn í, eitt er það þetta eins og segi, upp á hlut eða hvað kalla þetta, þessi skilningur á því hvernig best að setja upp þannig að allir eigi mestan séns á því að hagnast á þessu, það er aldrei neitt garanterað. Hitt sem er þetta, Heiðrún, þú varst að tala svolítið mikið með tala langtíma hugsunna og annars vegar vistkerfi og hins vegar pólitíkina og
aftur, ég ætla ekki heldur að tala um kvótakerfi sko, en sko, það sem ég skynjaði sem að ég myndi vilja sjá breytast og ég hef enga hugmyndi hvernig þetta að gera en ég held að spila inn í þetta og þetta kannski spila inn í af hverju sjávarútvegurinn er allavega sko, utanfrá sín og kem ég hérna alveg utanfrá svona ég skynja sem mjög lokaðan og ég skynja sér svolítið svona svolítið hræddu við sóluna að sko vegna þess að það er svo neikvæð umræða að það er bara best að halda sér hlé vegna þess að leið við skrýðum aðeins fram og þá kemur gagnrýnin og það er svo leiðilt að sjá að sko, þessi stóri iðnaður í Íslandi sem skiptir svo miklu máli fyrir okkur sé svona líka svolítið ör á þjóðarsálunni og nú veit ég ekkert hvernig þetta laga þetta en það verður rosa gott ef við getum bara sem þjóð verið rosa mikið að bakvið þetta þetta er bara frábært vegna þess að ég held að þá eins og Hjalli tala að börnin alveg upp og veit ekki neitt í sjávarútveginn ég man þegar ég kláraði háskólan það síðast sem þetta í hugur að vinna í sjávarútveginum eflaust fullt að gera þar en ég vissi ekkert þetta, það var engin tenging það var ekki talað þetta en ég held að stór hluta þessu er að það þarf að opna til að hleypa fleirum inn í þetta og þetta er ekki þess að sko, ég er ekki að tala um opna svo allir geti tekið þátt, ég er að minna þannig að fólk sem hefur hugmyndir sjáir henni sko hag sinn í því að fara að skoða þetta ekki bara tölvuleikjagerð eða eitthvað heilbrigðisgerðunum eða fullt öðru hlutum gangi að þetta sé henni sko vænlegur kostur fyrir klárt fólk að segja þarna er eitthvað tækifæri hérna getur skapað eitthvað sem leið og fær góðar hugmyndir sem sko raunverulega að fara að breyta heiminum sem það er í sko að bæta kjör okkar innanlands eða búið til einhverju vöru sem getur selt utanlands það er margum tækifæri leið og það kemur, þá kemur fjármagnið þannig ég held að sko mikið þessi sé að komast að stað að við séum bara ég vil geta sagt bara við erum heimsmeistari í þessu en við erum líka stolt af því og við förum bara heim og segjum bara við erum best og við ætlum að sýna hvernig að gera þetta og öll þjóðinni sé svolítið bak við þetta og nú er ég bara að segja eitthvað sem ég veit ekkert hvernig að gera þetta en ég held við verðum að komast þangað og þá held ég nýsköpunin sko virkilega muni fara að rúlla hérna og við verðum bara fremsta ekki fiskveiðiþjóð heldur nýsköpunarþjóð heimsins alveg pottþétt. Sammálaðir. Ég er sem sagt komið með í hugan að við þurfum að fara í smá vinnu, við þurfum að tala um að hafið er æði, mér finnst þetta frábær setning sem hafi komið hérna fram, að hafið er æði og fiskur er flottur og fiskur er góður og mögulega skulum við bara gefa öllum skólabörnum eitt ból með þessu, en að því við vorum að tala um fjármagnið, þá sko, ég er alveg sammálega, mér þykir sjávarútveg vera tiltölulega lokaði líka, bara þetta er gott að hún nefndir þetta því að við kannski sem höfum verið að starfa í honum, við sjáum þetta ekki alltaf, svo glögt er gests augað, klárlega, og þetta er alveg rétt hjá þér. En það er samt tvennt í þessu sem að skelfi mig aðeins og það er að því að við erum að fókusera á nýsköpun hér. Í miður á síðasta árið þá dró Arion banki sig út úr startup heiminum. Ég veit að okkar hraðalt til sjávar og sveita var ekki haldinn af þeim, en þeir voru með frábær startup Reykjavík sem kom í ýmsar tækninýjungar og ég man það er ekkert mörg ár sem ég fór á kynningu þar og þar voru drengjar búið til prótein úr skordýreitri, bara nýsköpun, en að missa svona stóran, við getum bara orðað það sem bakhjarl út úr þessu, það veldur mig miklum áhyggjum og mér þetta er gaman að sjá eitthvað framsæki fyrirtæki taka boltan þarna, við erum svo ofta að horfa á stjórnvöld, ég er ekkert endilega á því að stjórnvöld eigi að leysa þessi mál, ég held nefnilega þá blandast pólitíkin bara aðeins og mikið inn í þetta. Ég held að það sé miklu betra að iðnaðurinn sjálfur leysi vandamálið og láti stjórnvöld vita hvað þeir geta gert til þess að styðja við það sem að þarf að gera. Og ég er fullt af hugmyndum til þess að gera Granda Kílsdal sjávarútvegs líka, þannig að það vantar ekkert upp á það. En þetta er það að við þurfum að fá þetta fjármagnin og ég er alveg sammála að við þurfum líka að fá fólk til þess að hugsa þetta öðruvísi. Svona vesting er alveg brilljant hugmynd að þarna, og þetta er það sem frumkvöðlar eru ofta að gera en það er annað sem að takmarkar þá dálítið í dag og það er sem að stjórnvöld geta breytt strax fyrir okkur og það er þú stofna lítið fyrirtæki á Íslandi þú er strax komin í svo mikla skattbyrði og skila sköttum og gjöldum til samfélagsins að það er ekkert eftir í þróun eða nýsköpun eða neitt. Má ég klappa núna? Já, og það er sem að viðskiptaráð kom fram með fyrir held ég ári síðan að það væri hægt að stofna svona félagaform sem heitir frumkvöðlafyrirtæki. Men af hverju gerum við það ekki bara sjávarútveg, bara berjum í tunnu núna og við getum bara mótmælt því, við viljum bara sjá þetta sett í gang strax. Að því að ég las daginn að hann Þorsteinn Sigfússon heitinn úr nýsköpunum fyrir forstjóri nýsköpunarmiðstöð Íslands, hann sagði
að kreppa væri móðir allra tækifæra og við erum núna stödd í Öldudal og erum á leiðinni pínlítið niður í dalinn. Eigum við þá ekki að rísa upp eins og við sáum alla nýsköpuna sem kom út úr hruninu 2008, ef við ekki svolítið að rísa upp núna, koma með nýtt félagaform, frumkvöðla fyrirtæki. Nei, þú þarft ekki að borga laun fyrstu 3 árin. Af því að bara þau fara að skila tryggingagjaldi og staðgreiðslu og svo koma þetta í mín og við getum leikt smá aðstöðu fyrir einhverju 70.000 krónur á mánuði en bara því að við erum með svo æðisleg fyrirtæki í sjávarklasunum sem borga fyrir frumkvöðlasetrin okkar og við gætum þetta ekkert án þeirra, þau eru bara meiriháttar. En þau koma samt til mín og segja, Berta, gæti ég fresta hans gælda hana? Þetta erum við komin inn á kannski svona umgjörina. Og ég segi já, auðvitað, við gerum það alltaf. Transition við beinti yfir það og það er bara mjög jákvætt. Já. Umgjörðin skiptir rosalega miklu máli. Hérna hefur við komið tölvupóstur frá Arnari Atlasinni sem vildi beina spurningu til pallborðsins hlutverk fiskmarkaða. Hann þetta með 2 áhugaverða punkta, þar annars vegar þetta. Hann segir að fiskmarkaðir hafi verið drifkraftur í nýsköpun og væntanlega það sem liggur undir þar auðvitað að markaður auðvitað finna verð og ýta á fólk að búa til meiri verðmæti og hann með aðra fyrirspurn sem tengist í þannig að hann hérna með ég er nú að reikna út hlutfallið af fyrirspurnum sem kom frá honum og mér sýnist það í fljótu bragði að vera 100%. Þannig að það ég þakka kærlega fyrir það en hann með annan áhugaverðan athugasemd eða spurningu líka sem að snýra hann segir með fákeppni í sjávarútvegi sem að spyr hvort að það geti haft neikvæð áhrif á nýsköpun og frumkvöðlastarfi og það er svona spurning sem tengist þá umgjörðin líka. Ég veit nú ekki hvort að það sé rétt að tala fákeppni en það er eins og ég held ég nefndi í mínum inngangsorðum að þá er einmitt samkeppni og samvinna einhvern veginn, það er einhver svona töfra blanda af þessu tvennu sem að virðist þurfa til þess að nýsköpur fari svolítið verulega á flug. En ég svona varpa þessu fram kannski, þetta bara varandi fiskmarkaðina, hvort að það er eitthvað sem að svona munum finnst augljóst að skipti máli varandi nýsköpun og svo kannski þetta með samkeppnina, þú veist, hvort að þurfi ekki að gæta að því að það sé samkeppni nægilega mikil til þess að ýta undir frumkvöðla hvatann, sko. Já, ég veit ekki sko hvar á maður að líta á hvar fákeppnin liggur, ég meina svona í samkeppni sjávarútvegs, ég meina þá erum við að keppa á alþjóðlegum mörkuðum, þar er samkeppnin. Við það erum við að keppa til að skapa verðmæti fyrir samfélagið. Ef við verðum undir þar, nú þá er ekkert það að tala að hér sé fluttur fiskur úr landi til þess að skapa verðmæti. Þannig að það er nú svona, myndi ég segja, vígvöllurinn eða leikvöllurinn þar sem að íslensku sjávarútvegur er að keppa. Ég held að fiskmarkaðirnir séu nauðsynlegur þáttur í kerfinu, hvort sem það er að tengja saman kaupendur og seljendur og þar er auðvitað til staðar samkeppni og hún er auðvitað þannig að menn verða að keppa, bítast þar þá afurð sem að þangað kemur inn og aftur þar eru við auðvitað líka að keppa við heiminn, það eru erlendir aðilar að kaupa fisk á íslensku fiskmörkuðum og þannig að það veit ég að Arnar er að keppa við og oft erfitt en það er þá líka þannig þeir sem að vilja gera eitthvað annað úr afurðinni heldur en kannski þessi hefðbundnu sjávarútvegsfyrirtæki að gera, þeir geta þá nálgast hráefni þarna. En svona í nýsköpun Arnar er örugglega með enn dýpri pælingu þetta ef ég þekki hann rétt. Þannig að ég er svona kannski erfitt með að koma auga í fljótu bragði á svona annað en bara hvernig þetta tengist bara tengja saman þessar mismunandi hlekki í virðiskeðjunni hvað fiskmarkaðina varðar. En svona nýsköpun eins og við erum að hugsa hana nýtinguna og hvernig ekki ég ætla að afmarka sérstaklega hvað nákvæmlega nýsköpun þýði í sjávarútvegi. Hún þýðir örugglega bara það sem að fólk leggur í það en já, það er svona eitthvað í hvort að það hefur svarað spurningum. Nei, þetta er auðvitað, sko ég skoðaði einhvern veginn lista við 300 stærstu og það vekur athygli hjá mér að maður þekki það eru til nokkur risastór sjávarútvegsfyrirtæki en það er alveg gríðarlega mikill fjöldi af stórum, ekki risastórum en svona stöndugum sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi
út allt land. Þannig að sko að það er náttúrulega það er mikil dreifing á ákvarðanatöku og það myndi maður halda að sé jákvætt upp á möguleika til nýsköpunar. Að það er þessi af mörgum stöðum er verið að hugsa hluti til þess að bæta auka verðmætaaukningu. Það er bara skemmtinni með sko samkeppni og þessi nefnir samkeppni og samvinna og aftur nú kem ég með annað sjónarhorn inn á þetta. Ég er búinn að vera í öðrum heimi lengi og mér er svo áhugavert sko, ég fór á mjög fræg tölva sem átti ammali nýlega og ég ætla ekki að vera að fara að flækja mig hvað það var allt þetta. Mjög merkilegt ammali sem að þeir sem bjuggu til tölvunum eru 30 árum síðan komið saman og haldur okkur veisla og svona. Og þá sýndi eitt sem að hafði smíðað þessi tölvuna, sýndi svona ættartré tölvunar. Og þessi ættartré út frá hvaðan fólki sem endaði í hópnum kom saman. Og það var sko, þau eru stólu einhver fólki frá Apple, þetta er sko 1985 sem þeir gangi, 83-45. Stalin kom frá Apple og Steve Jobs hringdi hann alveg brjála, rosalega fúll yfir því og eitthvað fólk sem kom frá Atari og eitthvað önnur fyrirtæki runnir saman, klofnuð og svona. Og það sem hann talaði með sem var svo mikið í gangi á þessum tíma í Kísildalnum var að þeir voru allir á sama kaffihúsinu, þeir voru allir bjuggu við sömu götuna og þeir voru bara allir á sama stað. Og það er þessi klasamyndun sem er svo mikilvæg sko. Þannig að þeir eru allir að keppa en þeir eru líka svona þannig sé að vinna saman og hjálpa stað, svona benda í þessi kláratna, fara að tala við hann kann þetta eitthvað svona. Og það er þessi samkeppni samvinna sem er svo rosalega jákvæð held ég og við þurfum að þessi klasamyndun er rosalega jákvæð bæði í sjáklassinu svo líka gangi tengslum með háskólanum og annað, þannig að það er held ég góð þróun og getur bara ítt frekar undir þetta. Hitt er svo líka það að ég held að sko við þurfum svolítið að hætta að horfa ef þú ert að starfa á stóru fyrirtæki að hugsa bara þig einan og sér og ég fann allans þegar ég búin að hætta Twissin hjá Google en þegar ég hætti þar að hverskiti þá var alltaf bara ég hefur bara gangið vel hérna er svona ex-Googler grúppa þannig að allir sem eru hættir eru saman hérna í svona alumni klúbb og þeir hittast mánaðarlega að ræða hlutanir hér og þar heiminn og endilega verið með sambandi og láta okkur vita hvað það er að gera næst og svona það var ekkert með ertu að fara, ertu að keppa við okkur eða eitthvað ekkert svoleiðis, það var bara gangið vel og svo bara vonandi verið samband aftur og þetta er viðhorfið svolítið ennþá í dalnum sem búið að elst upp úr þessum klösum og ég því miður oft heyrt það hérna í Íslandi sem að fólk hættir einhver stóru fyrirtæki og það er sko fyllt út með lögfræðingi og það vil ekki bréfi í kjölfari líka og sagt bara þú skalt ekki voga að gera neitt tengi sem þetta verið áður sem veldur því að sko fólk festist í þessum stóru fyrirtækjum og sko með fullri virðingu, ég er búin að vera hjá mjög stórum fyrirtækjum að sko alvöru nýsköpun á sér ekki stað þar. Við þurfum fleiri lítil fyrirtæki sem eiga séns að því að verða stór fyrirtæki. Við þurfum meðalaldur stóru fyrirtæki að lækka þarna. Þá kemur, hvort svo kallar það samkeppni að samvinna við allt þetta, en sko þá verður raunveruleg nýsköpun til og þá verður verðmætasköpun til. Ég er nú að reyna alveg á ystu þanmörk sko getu minnar til þess að gera marga hluti í einu. Hér eru samt nokkri tölvupóstar að berast, ég ætla bara aðeins að fara yfir. Það eru kannski 2 ábendingar sem ég er að reyna að sem að ég sé Rúnar Ómarsson sem sendir póst og það er eins og maður sé að lesa upp einhverja kveðjur í einhverjum útastætti en hann talar sko þá hugmynd að greinin sjálf eða fyrirtæki greininni búið til vísisjóð, venture capital sjóð, þetta er bara svona ágætis hugmynd og kannski við getum velt því fyrir okkur og tala svona það bara sem konsept að greinin sjálf og fyrirtækin sko og þetta er kannski svolítið aðgreining hvernig er best að fjárfesta í nýsköpun? Er það með því að fyrirtæki greininni verði hluthafa í nýsköpunar fyrirtækjum eða er það með því að það verði til sérhæð þekking sjóðir sem að þá hugsanlega þeir sem eiga fjármagn fjárfesta í sjóðunum og sjóður í fjárfesta í fyrirtækjunum eins og er kannski svolítið meira mótilið í Silikondalum. Svo er frá Svani Guðmundsinni þá var hann að velta fyrir sér hvort að SFS hafi skoðað svo kölluð Blue Bonds hjá Alþjóðabankanum sem vegna bláa hagkerfisins og mögulegt samstarfið þróunarþjóðir. Ég þekki ekki þetta sjálfur en minnst okkarstu held ég mun ekki opna tölvupóstfangi meira á þessum stutta tíma sem við eigum eftir því ég bara einfaldlega ræði ekki við það en þetta eru afskaplega áhugaverðar
pælingar, annars vegar varðandi hvernig á að fjárfesta í nýsköpun og svo kannski þetta með þessi bláu skuldabréf sem ég þekki ekki deila og ég veit ekki hvort einhver annar við borðið gera. Og ég aðeins bara varðandi hvernig á að fjárfesta í nýsköpun, að því að nú höfum við aðeins og Gummi hefur nokkuð minnst á klasann og þetta akkurat sko það sem við erum að gera í dag í klasanum og það þessi fyrirtæki sem að starfa með okkur. Þegar frumkvöðlarnir koma til okkar og við erum svolítið góði í að spotta tækifærin þeirra og þá förum við og við tölum við fyrirtækin sem eru með okkur í klasanum og segjum þeim frá sem sagt hugmyndinni eða frumkvöðlunum eða tækifærinu sem líkur þarna á borðinu að því að stundum sjáum við bara hversu vel þetta á saman við þar sem að fyrirtækið er að gera. En við þekkjum það að því hún nefnir sérstaklega stór fyrirtæki, það eru nokkur mjög stór fyrirtæki á Íslandi, allavega á íslenska mælikvarða. Það er óbúslega erfitt oft fyrir þau einmitt að vinna í svona mikilli nýsköpun af því að það eru ferlar í gangi og það er búið að festa einhvern veginn allt í mót hvernig mekanismin í fyrirtækinu gengur og þá er oft erfitt að taka til sín frumkvöðl og fara að vinna nýrri hugmynd þvert á allt. Þess vegna höfum við verið að gera þetta dálítið í sjávarklasanum og mér þykir svona hugmyndum vísisjóð alveg frábær og ég held einmitt að sko að útgerðarnar gætu bara kynnt sig betur einmitt hvernig við svona sjávarklasi virkar og hvernig við náum að tengja þetta saman og að því að við erum bara hreinlega í þessum töluð orðum búin að vera að kynna þessa hugmynd til ýmissa fyrirtækja á landinu og við höfum verið að heimsækja þau, núna munum við bara gera það á fjarfundum, að segja frá þessu verkefni og þetta hefur virkað afskaplega vel fyrir okkur að tengja frumkvöðlana við einmitt stóru fyrirtækin og fjármagnið í gegnum klasan. Af því að þetta er erfitt að vera í stóru fyrirtæki og ætla að taka inn frumkvöðl og vinna með honum. Hann þarf yfirmann, hann þarf ákveðna starfsþjálfun og hann þarf aðstöðu og allt þetta og það hentar ekki alltaf starfsemi hvers og eins. Og varðandi ef ég maður bara kom inn á samvinnuna og samkeppnina áðan, þá á vísu samkeppnislög í landinu og þau eru á alþjóðamarkaði líka. En einmitt það sem við höfum gert og bara Kollagen er besta dæmið, Kolland, sem var stofnað í sjávarklasanum, það að fyrirtæki sem að öllu jöfnu dagsdaglega eru í samkeppni. Ég meina, Brim og Samherji eru í samkeppni. Þeir eru að selja fisk á sömu markaði. En þeir gátu báðir komið að þessu fyrirtæki í samvinnu af því að þetta snertir ekki beint þeirra daglega rekstur eða samkeppnina þar. Þarna gátu þeir lagt lóð og vogarskálunar með fjármagni og betri nýtingu á þeirra hráefni með því að koma saman í þessi fyrirtæki. Og það einmitt þessi tækifæri sem við erum stöðugt að skapa og því einmitt alveg frábært að fá tækifæri sem koma hér í dag og einmitt ræða þetta. En Blue Bond þekki ég því miður ekki. Aðeins kannski koma inn á með þarna með fjármögnun og allt þetta. Það er 2 punktar sem ég langar að nefna og ég skal bara viðurkenna það. Ég er alveg á því að lítil fyrirtæki eða frumkvöðlar eru miklu betur staddir til þess að miklu stakk búnir til þess að skapa einhver alvöru sko nýjungar. Þetta stærri fyrirtæki gerir það meira skala og það þarf það til þess að halda áfram en sko raunverulega nýju hlutir, ég meina og hjá Google við alla nýjungar eru keyptar inn sko sem bara viðurkenni það alveg. En það sem hitt sem sko næri sem mjög vel sem að Jeff Bezos talaði um þessum tíma, hann sagði sko ástæðan fyrir því að svona lítil fyrirtæki eru miklu betri í þessu er að sjá stóri fyrirtæki þarftu kannski að fá 20 já en lítið fyrirtæki það er bara frá 1 já, það getur 94% sagt nei við þig en svo lengi sem 1 segi já þá bara heldur áfram og þetta er kristall mjög vel og það er mjög erfitt að fá alla til að segja já við einhverjum bilari hugmynd sem meika kannski engan sens á yfirborðinu. Þannig að þetta er svona næri sem mjög vel. Hitt sem er með hvaðan peningur kemur að svoleiðis, ég held það sem skiptir mestu máli að finna er að fá pening sem kemur líka með þekking og tengsl. Þannig að fólk sem hefur reynslu úr geiranum eða tengsl í geiranum sem að þessi hugmyndir að fara að vinna í, það er besti peningurinn. Og það getur verið í gegnum vísisjóð þar sem þú ert með partnera sem eru séras í því að tengja sig inn í að gera. Það getur verið einhver sem er búin að vinna í þessu lengi og er kannski á einhvern pening og ætlar að vera engill og taka þátt í þessu. En mjög mikilvægt að sko peninginu fylgi hvað með heldur bara innistæði bankana. Og það hefur sýnt sig gegnum tíðina og virkað mjög vel. Ég held ég geti tekið undir þetta. Mér finnst þetta þessar pælingar sko einmitt hvernig getur sjávarútvegur komið meira inn í þetta fjármögnunar umhverfið og það er kannski þáttur 2, þáttur 1 er bara og það er gaman að heyra þetta af eiginlega öllum fundunum. Bara sjávarútvegur þarf að vera opnari, við viljum vita meira og það er bara
við höfum að taka því fagnandi en ekki að segja ok, það hefur engin áhuga á því sem við erum að sýsla en bara taka þessu fagnandi, opna þetta betur þannig að við förum að ala upp hérna líka yngra fólkið í það að hérna, þetta sé partur af menningunni, partur af okkur sem Íslendingum, bara hvað sjávarútvegur og hversu mikilvægur hann að fá það ungt fólk til að byrja að hugsa þetta miklu fyrr. Þannig að við getum það, opnað okkur sjálf, finnst mér fyrsti þátturinn í þessu og svo hvernig getur þá sjávarútvegur sem atvinnugrein, fyrirtækin, stærri fyrirtæki, öflugri fyrirtæki, hérna tekið þátt í rauninni nýsköpun á þess að vera sjálf að sýsla í því heldur þá að hérna, nýta þessa sprota sem eru til staðar eða hafa aðkomu að þeim. Ég veit nú til þess, ég meina það þegar þannig, hérna, eins og ég nefndi áður, ég meina það ástæða fyrir því að þessi fyrirtæki út á landi í nýsköpun tengdri sjávarútvegi vegna þess að sjávarútvegur hefur haft aðkomu að þeim í gegnum fjármagn og þekkingu. En hérna, alltaf má gera betur, það alveg pottþétt. Aftur, vandi þessar spurningar sko með Blue Bonds og annað, SFS hefur ekki skoðað og ég hef nákvæmlega enga þekkingu á því málefni sem spurt Nei, akkurat. Ég veit ekki hvort að það var hægt að sko spila hérna hana Salome, það ekki rétt skiljaði mér? Þá skulum við gera það núna og hérna heyra hvað hún hafði fram að færa. Maður heyrir stundum talað það í orkutengdum iðnaði hér heima að það sé skortur og stærri hugmyndum. Nú eigum við auðvitað nokkur öflug hátæknifyrirtæki í sjávarútvegi eins og Skagan og Hampuna, Völku sem að við mættum reyndar stundum vera duglegri að draga fram í sviðsljósið í umræðum nýsköpun. En ég velti fyrir mig hvort þið teljið sjávarútvegin vera í sömu stöðu. Þetta sem sagt, Salome Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Icelandic Startups. Startup, já. Og og við kannski látum þetta vera bara svona síðasta punktinn til þess að ræða svona því að nú erum við að renna út á tíma og það varðandi hvort að við séum að hugsa nógu stórt, hvort að það sé nógu mikið af nógu stórum hugmyndum og hvernig getum við stækkað hraðar? Nei. Já, nei, við erum ekki að hugsa nógu stórt. Ég er þekkt fyrir mikla bjartsýni og held því áfram. Ég held að við séum að hugsa stórt en við getum hugsað miklu stærra og bara á því að sitja hérna síðustu dag 2 tíma með ykkur þá alveg bullar kollurinn á mér af hugmyndum. Við erum til dæmis farin í gang með að því að ég er alveg húgt á þetta hafi ræði. Við erum búin að vera að búið til kennsluefni fyrir grunnskólabörn af því við viljum fara með sjávarútveginn aðeins neðar. Við erum með netapp sem heitir Trillan. Við höfum verið að vinna í því líka núna í mörg ári og kynnt það fyrir börnum og ég held við getum bara hugsað miklu stærra og að því að Salome nefnir nú nokkuð fyrirtæki, hátæknifyrirtæki sem ég kannast ágætlega við að ég held að já, sjávarútvegurinn, hann er alveg þarna en hann er bara eins og gesturinn okkar segir, hann er lokaður og það er kannski við sem erum í hringiðin á honum að við erum alveg að hugsa svona en við erum bara ekki nógu duglegi að dreifa fagnaðarerindinu og fá aðra með okkur og opna hann upp einmitt eins og segir fjármagni þarf að fylgja þekking þegar við förum að taka þátt í líftækniiðnaði hann var ekkert risastór á Íslandi það þurfti að leita til erlendra sérfræðinga það var kannski eitthvað til í að fjárfesta í honum en hann hafði ekki þekking á honum þá þurftum við fólk erlendis frá að taka þátt í stjórnun á fyrirtækjunum og taka þátt í þessum vexti sem þar var að eiga sér stað að því að við kunnum það ekki en við eigum að vera þau sem leita til í öðrum ríkjum og þá jafnvel í gegnum þróunarbankan og annað til þess að koma og færa þekkinguna út í heim eins og við höfum að vísu verið að gera undanfarin ár en við erum nógu stór við þurfum að hugsa stærra og við þurfum að opna okkur og fá fleiri iðnaði á borðinu og í samvinnu með okkur þannig búum við til brilljant verðmæti og hafið æði Ég held nákvæmlega, ég meina maður hugsar aldrei of stórt, þú veist það auðvitað að hugsa stórt. Maður það líka stundum að minna að sjá að þetta er búið að vera mikið langhlaup. Við höfum ekkert verið heimsmeistarar, við höfum alltaf verið með frábæran fisk og frábæra afurð og alltaf, en ég meina við höfum bætt okkur verulega og það er ekki fyrir kannski í raun eftir hrun að maður fara að segja að þetta er orðin bara svona virkilega straumlínulagaður iðnaður. Og því miður að maður þurfa að segja einhvern veginn að hruni verði eins og það hafi þurft það til
En jú, það sjávarútvegur, það eru bestu ár í sögu sjávarútvegs, eru bara þessi umliðnu ár. Þannig að kannski núna getum við meira verið með kassan úti og sagt við erum með besta sjávarútveg í heimi og við að tala þannig og okkur á, það er okkar mantra sko, en þannig svona verðum við kannski þetta leiðandi afl í sjávarútvegi í heiminum. En mér finnst líka það sem að Salome segir sko, já, erum við að hugsa nóg stórt og þar held ég bara við alltaf að hugsa stærra. Maður það líka að minna sig á sko að hugmynd kannski byrjar ekki stór, þú veist, hún byrjar og meira þess að í þessum svona frumkvöla starfsemi þá einhver sem hefur einhverja hugmynd, hún mun breytast 10, 20, 100 sinnum áður en hún verður af einhverju sem verðmætt. Menn ætla að leysa eitthvað eitt vandamál og svo bara, heyrðu, nei, þetta bara gjörbreytt, við fundum hérna eitthvað annað og þú veist, þetta það sem við þurfum að fara í. Þannig að hugmyndin að breytast, þannig að þess vegna líftíminu þetta líka langur, þar til að maður dettur niður á þetta sem það stóra. Og maður verður alltaf að leyfa sér þetta og þolinn maður nefnir í þessu, að mistakast mörgum sinnum. Þannig að hugmyndin getur kannski verið lítil til að byrja með, en í henni eitthvað fræ sem að getur leitt til einhvers sem risastórt. En aldrei að hætta einmitt að fá hugmyndina, að reyna að leysa einhver verkefni og svo heldur það áfram. Já, þetta bara búið að vera stór, góður og fróðlegur fundur að minnstu kosti fyrir minn hatt, eins og þeir allir hafa verið. Þetta eins og ég sagði upphafi 4. fundurinn sem að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa boðað til undir þessari yfirskrift, samtal sjávarútveg. Og ég hef sagt það og hugsað ofta að það lykillinn að svona samtali bæði að tala og hlusta. Og ég hef ekki orðið annars áskynni heldur en það hafi verið mjög einlegu vilji allra sem hafa komið að fundinum að gera hvort tveggja. Bæði þeirra sem skipuleggja fundin en ekki síður allra frumvarendana sem hafa komið og hafa nú ekki allir endilega verið á nákvæmlega sömu línu eins og menn hafa kannski ályktað að sé ríkjandi í sjávarútveginum, en allt samtali hefur verið upplýsandi. Og það að eiga samtal felur ekki í sér að þú þurfur endilega að ná niðurstöðu, en það að tala saman getur leitt fólk nær því að losna við óþarfa tortryggni eða flokkadrætti og getur þá komist nær því að skapa einhvers konar sátt það að draga kannski ekki endilega í efa að það sé allir að vilja vel, sem svolítið lykilatriði. Og ég veit ekki hvernig framhaldið á þessu verður en þó að það verði ekkert þá töluvert sem hefur unnist hjá þeim sem hafa tekið þátt í þessu, held ég, í þessa veruna. Og að því að við vorum að tala um nýsköpun núna og við tölum nokkra hluti sem tengjast nýsköpun. Við höfum í sjávarútvegi, við höfum verkvit, við höfum akademist vit, við höfum hugvit og við höfum viðskiptavit. Við höfum í raun og veru allt það sem þarf til þess að búa til algjörlega heimsklassa nýsköpunar umhverfi. Og ég opna síman í síðasta skiptið að ég fæ tölvupóst eða við í gegnum þetta netfangs frá Laufi Kristínu Skúladóttur. Og ég ætla að enda fundin á því sem hún segir, að því mér finnst þetta svo góð líking. Og mér finnst það mjög anda þess sem við höfum sagt á þessum fundi. Hún segir, það virðist stundum eins og gamli sjávarútvegurinn sé stundum ekki að nota sömu kaffistofuna og nýji sjávarútvegurinn. Og ég ætla þess að bara enda á þeim orðum hér á þessum fundi og leiði þakka fyrir að það þá minnst búið að gerast hér að við erum öll búin að nota sömu kaffistofuna hérna á messanum á Granda. Þannig að við bara þökkum innilega fyrir okkur og hlökkum til að taka á móti Edduverðlaununum næsta haust. Takk.